Já, komið öll sælblessuð, kæru vinir og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég. Blessaður. Við erum mættir áttur í hlaðvarpið. Hvað segirðu gott í dag? Ég hress bara. Ekki undan einu á kvarta. Ekki undan einu á kvarta. Nei, við vorum ekki svo langt síðan við komum saman hérna síðast. Vorum hér að tala Jörund. 100 konung, já. Já, ertu búin að hlusta á hérna músíkina með þreymur á balli, eins og við töluðum Ég greip aðeins í þetta, já. Já. Já, hlýttið maður. Ég reyndar hérna pikkaði upp þessi lög á gítarinn. Já. Ekki, ég pikkaði upp hérna Ari Dúra, hvað heitir það hérna? Ari Dúra Day. Já, ok. Já. Gaman að því. Einmitt. Ég verð alltaf lélegur að grípa hérna gítar maður. Ég verð að spýta í lófana en ég alltaf með svo mörg járn í eldinum og pælingar og hugmyndir og kemst alltaf við hlut af þessu en aldrei allt ég að láta mig dreymum að gera. Ég með píanó hérna, hljómborð, gamalt, Já. sem að mér áskotnaðist og hérna hef ekki spilað það lengi. Nei. Síðan vorum við við vorum að hérna með svona stórt svona handboltamót sem að vera að skipuleggja sem ég var taka þátt í að skipuleggja því ég var í ykkur nefnd þarna í klúbnum þarna og svo vorum við búin að setja upp hljómborð þar að því þátt að fara að vera með svona tónlistaratriði og hérna og svo tók ég aðeins í hljómborði sko og þegar enginn sá sko spilaði aðeins og það er mjög áhrifamikið að spila í svona stórum sal sko, risastór íþróttasalur skilur og þess vegna að segja við þig sko, þú voru ekkert tíma að bjóða mér að koma í einhvern tíma þegar við tökum að því að bjóða mér að koma inn í kirkju að fá að spila á orgelið sko það held ég að sé hérna, það var hliksa það ekkert mjög áhrifamikið að gera að sitja á bakvið svoleiðis hljóðfæri. Já, algjörlega, það er alltaf rosa hljóðfæri. Það er náttúrulega ótrúlegustu hljóðfæri sem þú finnur, kirkjuorgelin. Já, algjörlega, það er það. Það verður það, mikilfengli. Já. Pældi líka, þú veist, 3 hæðir skiluru og svo er þeirra með fætuna líka, sko. Já, það er ótrúlega alveg. Það er meira þess að ein hugd þetta sem ég fengi, það er að læra orgel. Já. Það var nú aldrei neitt úr því. Nei. Ég veit. Voru við ekki að tala með þetta einhvern tímann þeir kom alltaf sérstakir hérna frá Þýskalandi til þess að stilla þessu orgel og hérna og sinna þessu. Já, einmitt, og einst þegar það er að setja upp svona orgel eða laga eða hvað það er, þá er þetta ofta einhverjir sérfræðing frá Þýskalandi. Það er svo mikil orgelmenning þar. Sérfræðingar að sunnan. Sérfræðingar að sunnan, já. Já. Einmitt. En við ætlum að tala um eitthvað allt annað. Já, við ætlum að tala um eitthvað allt annað. Við erum hlaðvarpið Söguskoðun sem fyrr. Við komum hér að saman annarslægið til að ræða sögu og sagfræðileg málefni og við hófum hér göngu okkar aftur eftir sumarfríið í síðasta þætti þar sem við töluðum Jörund 100 konung og það var íslensk sagfræði sem alltaf gaman þegar við náum að tala um íslenska sagfræði. Nú ætlum við að halda þess út í heim. Já. Málefni dagsins er nú ekki að vera endanum. Þetta var einmitt málefni sem var fyrirspurn frá hlustanda. Hvað ætlum við að tala um í dag? Við ætlum að tala um Íslam og svolítið svona nákvæmar ætlum við að tala um þessar mismunandi hreyfingar innan Íslams þá öll þessi mismunandi íslöm þá í fleirtölu sem til eru. Íslöm. Og góður í íslensku. Einmitt. Hvað eru mörg íslöm til? Það er mjög góð spurning. Þau eru býsna mörg en svona gróft sett getur maður auðvitað sagt að það sé fyrst og fremst 2 eða 2 hreyfingar. En eru, að því vorum að tala um kirkjuorgelin músíka nú væntanlega notuð í spiluð í moskónum og svona ekki? Nei. Tónlist er almennt bönnuð eða litið niður á í Íslam. Já, ok. En það er sungið úr mínarettunum? Já. Svona ákveðið bænakall. Einmitt.
En síðan auðvitað, þú veist, ég segi auðvitað almennt bannað því síðan auðvitað mismunandi líka eftir hópum og svona, það reynst, þú veist, það er bannað að mála myndir til dæmis, það banna að mála myndir af dýrum og mönnum og svona, en það er samt til fullt af málverkum og handritum, skreittum handritum, en það er vel að merkja þá handrit og málverk frá það sem er svona íslamska jaðri og þá jaðri í þeim skilningi, þú veist, ekki frá arabísku menningunni heldur frá til dæmis þá ottomannaveldinu sem þá voru áhrif frá kristnum til dæmis eða persum sem auðvitað hafa, þú veist, sína fornu menningu eða mógulónum austri. Einmitt. Að meðan, þú veist, arabar og Múhameð sjálfur náttúrulega var svo strangur að hann vildi ekki sjá neitt svona. Nei. Þannig að það haft auðvitað gífurlega áhrif auðvitað á tónlist og hvað heitir það, svona menningu og sögu til Íslams. Það er eina ástæða fyrir til dæmis að ISIS voru ekki með hljóðfæri held ég í til dæmis baráttusöngunum sínum eða eitthvað minna allavega og svona einfaldari hljóðfæri af því ég man að blefti þegar þeir voru upp á sitt besta þá voru þeir mjög duglegir að virkja netið og voru að deila allavega baráttusöngum þar. Íslamska ríkið? Já, Íslamska ríkið. Það var áhugavert, svo tónlistið alveg sumtaði var merkilega svona hlustvænlegt. Það var nú meira... En maður þorir að segja svo. Meira lið, maður. Já, meira lið. Farið hefur fé betra, segja nú bara. Já. Það sé nú ekki margir sem að sjá eftir þeim. En við ætlum þá í svona grófum dráttum að tala þá þessar mismunandi hreyfingar innan Íslams og fara svolítið svona yfir sögu þeirra og tengja það við samtíma okkar. Því þetta eru hreyfingar og klofningar og deilur sem hafa haft gífurlega áhrif og hafa gífurlega áhrif enn þann dag í dag. Og við tölum náttúrulega almennt bara alltaf Íslam. Með þú stóru íi og það hugsa og oft nálgust þetta eins og að sé bara eitthvað, ein hreyfing, það er bara eitthvað eitt Íslam, það er auðvitað kólránt, það eru allan mismunandi hreyfingar, þó er mikilvægt að hafa því í huga að svona meginþorri múslima, kannski svona 80-85% af öllum múslimum eru sunni-múslimar eða sunnitar og sunna þýðir vegur í raun og veru og þá verið að vísa í bara, þú veist, veg Múhameðs, hefðirnar, hvað Múhameð sagði og hvernig hann lifði. Það er náttúrulega Múhameð samkvæmt Íslam náttúrulega hinn fullkomni maður og að lifa hinnu besta lífi það að fylgja Múhameð. Og svo höfum við þá aftur móti Shia Íslam eða Shita sem við köllum líka og þeir eru þá kannski getur verið 15%, 10-15% og svo er allavega mest klofninga sem innan Shita hreyfingarinnar. En það sem er svo flókið líka hvað varðar tölur, þú veist, ástæða fyrir okkur ég að segja kannski 80-85 vegna þess að þetta er svo pólitískt og þetta er svo viðkvæmt. Já. Og þetta er þannig sko að margar af þessum þjóðum vilja ekki gefa upp nákvæmlega hversu margir eru hverjar trúar. Þetta er svo í Egyptaland. Egyptar eru fyrst og fremst sunni-múslimar en við vitum það að allavega kannski 10%, kannski herra getur verið upp í 15% af þjóðinu eru kristnir, koptar en ekki stjórnvöld vil ekki viðurkenna koptarnir séu svona margir og það er eins, þú veist, þeir vil ekki viðurkenna séu svona margir sítar, þeir eru inn að takmarka það og eins með löndið svo Tyrkland og fleiri, þú veist, Óman og Sýrland og Írak og allt þetta og Sádi-Arabía sérstaklega í Sádi-Arabíu, þá er þetta mjög viðkvæmt og því menn vilja fyrst og fremst þetta sé bara sunni. Jú. Hérna á Wikipedia segja er 85-90% sunni 10-15% Shia. Já, og þetta hérna er allt mjög á reiki. Já. Til dæmis, svo í bókinni sem ég var að glugga í þess að rifja þetta upp og þá var hann alltaf að vinna með svona 80-85% sunni á meðan að, Wikipedia kupið það alveg, einhver segja það kannski 85-90 en þetta er alltaf reiki vegna þess að þetta er svo pólitískt, þetta er ekki eins og bara hjá okkur það sem að, hvað við að segja er tiltölulega einfalt að fá yfirsýn yfir trúarbrögð vegna þess að það er svo sem ekkert eitthvað umræðefni, það er ekkert eitthvað mikilvægt fyrir Noreg eða Ísland að sé 100% kristni og það þá bara
íslenska þjóðkirkjan, langt í frá mönnum með þannig sé alveg sama þótt að séu svona margir múslimar eða hindúar eða búddistar eða hvað það og menn þetta ennþá svo pólitískt í þessum miðausturlöndum eða löndum miðausturlanda áður en að við förum í þessar hvað við segja flokksdeildir getum við aðeins talað um þetta með upprunnan og svona þetta með það sem ég hefur alltaf fundið svo áhugaverð hugmynd sem einhvern veginn þetta með þessi abrahamísku trúabrögð þessi 3 og einhvern veginn þessi að þau trúa sama guðin í rauninni sko og svo þið með mismunandi spámenn og mismunandi túlkun en kosmológían í rauninni svo sama frá upphafi þannig að alveg frá því að ég áttaði mig á þessu þá hef ég svona séð svolítið þessi 3 trúabrögð fyrir mig sem svona eins og þessi sko svona tré sko síðan kemur svona ein grein út úr stofninum sko neðst og svo kemur önnur grein aðeins ofar sko sem kristni og svo kemur önnur grein út úr því sem þá islam sko og því að þetta auðvitað áhugavert að sjá þetta svona þegar sko til dæmis kristni og islam til samans eru sko hvað 30 plus 25% af heiminum sko það mjög áhugavert eitthvað 55% af heiminum eða eitthvað það rétt meir en helmingur en það sem er svona skjóta og það náttúrulega það mitt svo mikilvægt að hafa það í huga þegar allir eins Múhameð kemur þá fram og fer að hvað maður segja svona boða sínar vitranir hann fæddur 570 þá, þetta þetta langur tími og þetta 570 árum þá eftir fæðingu Jesús og það sem hefði gerst á öllum þessum tíma var auðvitað að það voru rótgróin til dæmis gyðingleg samfélög á Arabíuskaga og Jemen til dæmis, þar voru blómleg gyðinga konungdæmi konungar sem voru gyðingar og það voru gyðinga ættbálkar hér og þar allan Arabíuskagan og ennfremur var náttúrulega líka töluvert að kristni vel að merkja til dæmis Páll postuli hélt til Arabíu og predikaði þar stór hluti af þessu voru kristins svæði svo þetta var líka mikið út af heiðinni sérstaklega meðal arabísku ættbálkana en það þýðir þá það að þegar Múhameð að alast upp þá hann að heyra sögur frá gyðingum, hann heyra sögur frá kristnum og þegar hann fær sínar vitranir þá túlkar hann það sem svo að þarna sé þá einmitt þá Guð Abraham, Ísaks og Jakob sem sé að tala við hann eða vel að merkja sé ekki, Jehova, hvað viljum kalla hann Adonai, okkur var nú ekki bannað en þegar vorum að lesa hebresku í Guðfræðideildin þá báruðu aldrei fram nafn Guðs, við lásið alltaf sem Adonai sem herra og ef við þurftum að segja nafn Guðs þá tölum við alltaf Jehoveho það var alltaf þá skamstöfuninu sko ég veit að þið hafði ekki sagt bara hann sem ekki má nefna það er svo ekki má nefna þannig að við lásum aldrei upp Jehova eða Jave eða hvað það var en allavega en það sem er svona áhugavert við Múhameð líka hann samt þá líka að túlka sínar vitranir hvað maður segja þá inn í svona samkurla sem líka verið að halda á lofti kannski allavega öðrum guðspjöllum og öðrum sögum og venjum og það verður þá leið til þess að og ég verði að vera skjótað inn líka ég sagði hann að heyrta þetta frá Guði það ekki rétt því Guður auðvitað svo máttugur og öflugur og rödd hann svo ótrúlega að engin maður getur þolað það þannig að þess vegna Gabriel erkiengill Jibril sem þá milligöngu engill þarna og það hann sem segir Múhameð Kóranin og svo það sem við sjáum í Kóraninum að þá fær maður allavega breytingar eins og til dæmis þegar að Abraham til dæmis að sinna sínu og hugaði sinni ætt og allt þannig að þá Hagar sem var ambátt hans
og í biblíunni talað Hagar og afkomendur hennar, Ismael og alla þá, sem einhvers konar andstæðinga og hún hrakin frá og hún send út í eyðimörkina og svo Sara og afkomendur hennar, þú veist, það Guðs útvalda fólk á meðan að Múhameð snýr sér við og segir Hagar, það hún sem útvalin og Abraham til dæmis á að hafa verið með Ismael ef mann rétt, það var hún kannski, örugglega með honum Ísaki allavega að byggja til dæmis Mekka og kapa steinin sem þeir það ástæðan fyrir okkur að snúa sér að Mekka, múslimar þegar þeir eru að biðja. Þannig að það allavega svona sögur, þeim alltaf snúið aðeins við, aðeins breytt, fá svona aðeins öðruvísi túlkun oft á tíðum, en það líka vegna þess að Múhameð fyrst samkvæmt munnmælasögum að þá talaði nú við gyðingana og hélt að hann geti unni með gyðingum og var að leitast eftir gyðingum myndu samþykjan sem gyðinglegan spámann. Og svo það sem ég segi núna þetta umdeilt eða þetta múslimar almennt var neitt kannski endilega samþykja sem ég segi núna en þú veist, hann leitast allavega til þess að tala hans við á en var afneitað af gyðingum og þá fer hann út á sporið sjálfur þá og hann heldur þá síðan fram að hans opinberun einn sanni texti vegna þess að Biblían, gamla og nýja testamenti, það spiltir textar þannig að við þá erum bara með svona sannleiksbrot eða hálfsannleika í Biblíunni á meðan að Múhameð þá síðasti spámaðurinn eftir Jesú, hann þá síðasti spámaðurinn og erum með síðustu opinberunina og þetta endanlega opinberunin og það mun ekki koma neitt annað þannig að við getum sagt að þetta séu þetta ákveðin þríleikur það sem til þess Móses kannski svo stærsti spámaðurinn hjá gyðingum svo kemur Jesú sem stærsti spámaðurinn hjá kristnum og svo Múhameð endirinn og þríleiknum ég veit svona trílógía og samkvæmt múslimum þá eru allir múslimar allir fæðast sem múslimar og síðan bara fráfall og spilling og einhvern veginn þannig en það þýðir þá líka að þeir líta á kristna og gyðinga sem fólk bókarinnar og það þýðir þá að það bera ákveðna virðingu fyrir því og svo líka hlutir eins og það að Jesú til dæmis að mikið tala Jesú í Kóranum og mikið virðing sýnd Jesú og til þess samkvæmt í Íslam þá mun Jesú koma á hinsta degi til þess að dæma lifandi og dauða eins og í kristindómnum og ennfremur það bara ein kona sem nefnd í Kóranum með nafni og það María Mey hún nefnd 30 sinnum með eitthvað áhugavert sko en að því þú segir þetta með hann Múhameð ef hann hefur verið sko ætlaði sér þá fyrst að verða gyðinglegur spámaður og var hafnað af gyðingum það eitthvað sem kontroversial hjá múslimum eða kemur það fram í kenningunni? Já, af því það kannski svona spurning hvernig maður túlkar það því að hann nálgaðist gyðinga og ég myndi segja og svona textarnir kannski fyrst og fremst sína það að hann kannski nálgaðist á sem gyðinglega spámenn en fyrir þá músliman sem lítur á Múhameð sem sendibúða Guðs frá upphafi með þennan fullkomna texta þá passar það ekkert vel inn í túlkunarramman að hann hafi fyrst ætlað sér einhvern veginn að vinna með gyðingum, þú skilur? Nei en síðan náttúrulega þáttur náttúrulega út af fyrir sig öll súsaga sko upphaf Íslams og Múhameð og Kóraninn og allt slíkt og það margt sem mjög umdeilt og sko hvað segja svona trúarrit múslimar náttúrulega standast engan veginn nútíma fræðilega aðferðafræði og þá ég líka að vísa sko nútíma aðferðafræði sem við beitum á Biblíuna ef þú notar það sama á Kóraninn þá það rosalega viðkvæmt það til dæmis það mikilvægt að hafa það í huga sko Kóraninn ekki eins og Biblían og það til dæmis við hugsum alltaf Kóraninn eins og Biblíuna það kolránt, Kóraninn Jesú ef þú ætlar að bera Kóraninn saman við eitthvað í kristindómnum þá verður að bera Kóraninn saman við Jesú vegna þess að Kóraninn var aldrei búin til Kóraninn hefur alltaf verið til Kóraninn orðið Kóraninn logos eins og í Jóhannes Guðspjalli upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð hjá múslimum þá myndir segja orðið hefur alltaf verið til og orðið var hjá Guði en orðið var ekki Guð þannig að Kóraninn ekki Guð en Kóraninn þetta eilífa óskapaða verk Allah þannig að þegar Gabriel erkiengill þá að segja Múhameð Kóraninn
þá sko verðum við að hafa það í huga að Múhameð var ólæs samkvæmt múslimum lærði aldrei að lesa þannig að þess vegna lagði hann Kóraninn á minnið og svo var hann endurtók hann þessa kabla eða súrur þannig að áhangendur hans og fylgjendur lærðu Kóraninn líka utan á þess vegna það í Kóraninn og þú ert að læra Kóraninn utan að og þú ert að fara með hann munnlegur Einmitt. En áður en við yfirgefum Múhameð og þetta upphaf þeir ganga ekki út frá því að Múhameð hafi verið guðlegur heldur alltaf sagt að hann sé bara maður eða ekki ólíkt Kristi að megnunu til, já sérstaklega hjá Sunni þá var mikilvægt að hafa það í huga að Múhameð var maður en það sem gerist hjá Sjítum er að þeir líta á Múhameð og afkomendur hans sem meira en svo já. Og svona hluta til guðlegir og hjá sumir sem ganga sér lengst þá eru þeir meira svo konur með ákveðna þrenningu já. Kannski ekkit ósvipað og hjá kristnum Já. En það er líka munur að sýnin á Kóraninn því Sjítar líta sem svo á Kóraninn hafi verið skapaður og Kóraninn hafi verið búinn til á okkur tímapunkti. Þannig að þeir líta ekki á Kóraninn sem þetta eilíf og óskapaða fyrirbrigði. Og það þýðir þá náttúrulega að þegar þú byrjar að nota textafræðina og fara að rannsaka Kóraninn og þú getur út frá textafræðin og nútíma aðferðafræði þá sérðu auðvitað að Kóraninn ekkert annað en bara afsprengi síns tíma og skrifaður af mönnum og þú ert með mismunandi handrit og handritin ekkert sammála og þú ert deilt hvað þýðir þessi setning og þetta orð og hvaðan kemur það og allt þannig og þá er þannig að þetta vega að grundvallar gildu í Íslam sem jú að þetta er eilíf mál eða tali eða fyrirbrigð þetta aldrei skapa og svo var þetta bara skrifað niður á okkur tímapunkti en það er bara einn Kóran á meðan að það er ekki til ein biblía þetta er smávægilegur munur á hinum og þessum textum en þetta er margar biblíur því handritin er ekki öll sammála Nei. Og kristnir fræðimenn eða guðfræðingar og textafræðingar þó þið séu trúaðir kristnir þá myndu þau samt allir ganga út frá því að biblían sé skrifað af mönnum eða ekki Já, og þá innblásun og Guð og svo getur maður deilt þá svo eru þetta ákveðna aukarhefingar sem líta á að þetta sé bókstaflega orð Guðs en það er ómögulegt að halda því fram vegna þess að fæstir sem hafa gert það menn hafa gert sér grein fyrir því allt frá upphafi guðfræðingar að þetta er þetta menn sem skrifa þessa texta og svo er þetta innblásið af Guði og þá náttúrulega er mikið léttari að rannsaka textan og sætta sig við að þessu villur í textanum og hitt og þetta þá er maður ekki jafn svartkvít þetta er bara svona Nei mitt en í upphafi þá hefur væntanlega bara verið eitt Íslam eða hvað Já upphafi var þá eitt Íslam þar sem að þá Múhameð fær þessu opinberun hann hægt og rólega kemst það í hvað þetta er þessu lýst náttúrulega sem agalegu kallaði ég vel áfalli þetta er svo ofboðslega mikið maður getur ég kannski reyna að forðast að nota orðið en það er samt það orð sem með dettur fyrst í hug þetta lýsir sinni svo flóg sem hann fær hann er alveg slegin út þegar hann færar svo opinberanir þetta er svo áhrifamikið Já, þetta er áhrifamikið og stórt og öflugt og tekur alveg yfir hann og það tekur hann auðvitað tíma að finna út í hvað þetta er en allavega og svo kemur líka inn í þetta það sem er sérstaklega áhugaverð það er þessu satanísku versin og það er náttúrulega algjört eitur í augum múslima en við vitum það að elstu heimildir eru það sterkar og það margar sjálfstæðar elstu heimildir að við vitum það að Múhameð fékk einhver vers og síðan viðurkenndi Múhameð að versin sem komu í þessari opinberun voru ekki frá Guði, heldur voru frá þá Satan þar sem og versin gengur út á það að það mætti tilbiðja ákveðnar gyðjur ef mann rétt sem voru þá hluti af goðum heiðingja fyrir áður en tóku upp Íslam og þetta er óbúslega viðkvæmt Já, þú nefndir þetta þegar við varum að tala um írönsku byltinguna Já að því þetta er vandamál, þetta er spurningin þá en hvernig vissi Múhameð þá að hinar opinberarnir komi ekki frá Satan og til dæmi er við með guðfræðinga sem er að skrifa ég man ekki hvað hann hétir, Jóhannes af Damaskus kannski, allan einhver Jóhannes hann átti að googla þetta, sem var að skrifa kannski bara 70-100 árum eftir daga Múhameðs hann sagði að Múhameð hefði náttúrulega bara ansettin á djöflinum
eða talað hann sem sko kristnan villtrúamann. Þannig þetta rosalega viðkvæmt og þetta náttúrulega hluta því okkur Salman Rushdie þó hann skrifi ekki satanísku versin en hann notar samt þess að sögu það eins í bókina sína og af hverju hann var svona hálfdæmdur til dauða og af hverju hann hefur þurft að búa við lögregluvernd síðan 10. áratuginn og af hverju var ráðist á hann fyrir nokkrum árum síðan. Þetta mjög viðkvæmt. Þá skulum við ekki tala meir það. Nei, þannig við þurfum að passa okkur sko. Nú erum við að hálmís. Það voru mjög hálmís. En mér finnst það sérstaklega áhört og það hefur verið skrifið mjög góð doktorsritgerð þetta. Hann var sem sagt prófessor, ég held hann að vera prófessor síðan. Hann lést því miður ungur, bara 40 eitthvað. En hann hafði skrifað þetta doktorsritgerð sem var síðan unnið hans meira með og gefur út sem fjallar þetta satanísku versin. Það svona besta fræðiritið þetta. Þannig að þetta að lesa það maður vill það. Þannig að bara googla þetta þá finnum maður þá bók. Allavegna. En sko, ef maður er að tala allar þessar hreyfingar innan Íslam þá það sem áhugavert að þegar að Múhameð síðan deyr látum okkur sjá, hann deyr 632 ef mann rétt, eitrað fyrir honum af einmitt gyðingakonu og hvort hann hafi ekki drepið fjölskyldunar þannig að maður getur spurt sig hvort það verið sniðugt að borða mat hjá henni en allavega þá náttúrulega standaði frammi fyrir þessar ögrun, þessu vandamáli hver á að taka við og þaðan spretta þessi vandamál hver arftaki Múhameðs og þá fær maður þessa kalifa sem bara arftaki. Þetta svona svo áhugavert þetta með að þú veist að hann alltaf mennskur veraldlegur leiðtogi í rauninni þannig séð sko skilur og hvernig þessu lýst þessu þú ert að lýsa því þú veist að hann svona að fá þessi mennsku viðbrögð við svona þessari miklu opinberun sem lýsir svona hans mennska eðli og síðan þú veist hann veraldlegur leiðtogi skilur í lifanda lífi og svo deyr hann og þá taka við veraldleg vandamál sem hver á að taka við ríkjun hans þannig áhugavert sko. Það mjög áhugavert. En það snýst síðan sko stór hluti af Íslam það sko hvernig getur við lifað í þessum heimi og hvernig eigum að hafa okkur og þá var alltaf hortið þú veist hvað getur Múhameð og það getur verið grundvallar spurningar sem þeir borða melónu, hvað ger ég við steinana spýt ég þeim með borðaðið og bara og þá getur maður kannski fundið eitthvað hadíð bara svona sögur Múhameð og þá getur einhver fræðimaður sagt já hérna þessi saga og hún hefur þessa keðju þá þessi maður sem sagði þetta og hann var vinur Múhameðs og hann sá að Múhameð borðaði steinana í melónunni og þetta svona dæmi þetta ekki eitthvað sem grípar úr lausu lofti þetta spurning sem hefur komið fram og það ýmislegt annað þá þetta líka þú veist með skilnað og hvað máttu eiga margar eiginkonur og hvað máttu eiga margar frillur og máttu drekka vín eða ekki og allavega þannig þá Múhameð alltaf fyrirmyndin einmitt og Múhameð held ég sé náttúrulega eini trúarleiðtoginn sem deyr sem sigurvegari og sem drottnari eða þú veist Jesú náttúrulega krossfestur og nýttur Móses hann þetta leiðtogi Ísrael en hann fekk ekki að fara inn í Ísraelinu hann deyr bara við landamærin þegar þeir yfirgefa eyðimörkina Búdda Siddhartha Gautama hann afneitaði jú sínum veraldlega veldi Múhameð deyr á toppnum búin að leggja undir Arabíuskagann. Þetta svolítið sem svo ef að Konstantín fyrsti eða eitthvað væri svona svo sem við myndum trú á ég mitt og lítið sem spámann svo þetta spurning getur tekið fram eitthvað svona heiðnar hetjun og svo Herkules þannig séð, hann var bara maður sem síðan var svo frábær og sterkur og var svona upphafður til guðdómsins hann var náttúrulega hálfgóð, var það ekki? Hann byrjar sem hálfgóð en allavega það náttúrulega sem sérstakt við Múhameð og það sem svo sérstaklega áhugavert síðan við þessa sögu, þetta eiginlega fyrst og fremst síðan fjölskyldudrama því það sem gerist upphálega spurningin sko, hver getur tekið við og fyrsti klofningurinn það eru þessi sem maður kallar Ibadis og það hópur sem til dæmis í meirhluta í Óman
þeir klufu sem sagt út, þeir eru kallaðir sem þetta al-Karici Karaits eða eitthvað þannig á ensku, því bara klofningur, og þeir lítu sem svo á að hver sem hvaða múslimi sem var gat tekið við sem kalifi, ákveðum svona lýðræðishugmyndir þar. Þannig að þeir kljúfa sig frá og þeir eru reymit að eitthvað kannski 75% ómönnum enn þann dag í dag. En það sem gerist rétt eftir dauða Múhameðs að fyrsti kalifinn tekur við, og það hann Abu Bakr, ef mann rétt. Og svo koma þarna Abu Bakr, Umar, síðan Uthman og síðan Ali, og þetta eru hinir réttleiddu, hinir réttlátu kalifar. Rasidún veldið, Rasidún þýðir bara réttleitur. Já. Og allir eru svo sammála um þessa röð, en vandamáli kemur síðan sérstaklega fram eftir Ali, vegna þess að Ali var frændi og tengdasonur Múhameðs. Og Ali var giftur Fatima, sem var uppáhalds dóttir Múhameðs, og Múhameð átti enga syni sem liðu til náðu fullorðinsárum, og dætur hans, það voru bara 2 sem eru fullorðnar, og það líka hans umdeilt, að því sumir haldaði fram sig að þetta hin dóttir hans, ég man ekki hvað hét, hún hafi ekki í raun verið dóttir hans, heldur verið dóttir hvað systur hans eða konu fyrir hjónabandi eða eitthvað slíkt. Þannig að hann í rauninu átti bara Fatimu sem svona, hvað kallaði maður, svona löggilt barn eða slíkt. Já, skilgetið barn. Skilgetið og því fylgir ákveðin löggilding. Já. Því þá litið á sem svo sko að Fatima og Ali og gegnum hjónaband þeirra, þeir vel að merkja, náttúrulega múslimar hafa náttúrulega stundað fjölkvæni. Já, fjölkvæni, en líka sko fjölskyldu hjónaband eða sem sagt skyldleika hjónaband. Já, og sérstaklega það almennt hjá örbum og hinum af þessum ættbólkum og samfélagum í Miðausturlöndum. Þannig að þess vegna Ali og frændi Múhameðs líka, þannig að það eru náin tengsl nú þegar, og svo giftist hann upp á stóttur hans. Þannig að þess vegna hafði Ali sérstaka stöðu. Og šítar eru fylgjendur Alís, það að segja šíti þýðir. Það þýðir bara fylgjandi Alís. Já. Og šítarnir líta sem svo á að Ali hafi verið réttmættur erfingi Múhameðs í krafti þess að vera giftur Fatimu og að vera frændi Múhameðs og tengdasonur og allt það. Já. Þannig að þeir lítu svo á þetta að fylgja fjölskyldunni. Að því að síðan og þessi verið að tala með þessi Ibadis og klopningunni þar, þeir drápu síðan Ali og kljúa sig frá, og þá spurningin sko, hver á að taka við eftir Ali, og þá kannski svona annar klopningurinn, því þá heldur þeir fram sítatnir að synir Alís ættu að taka við. Já. Og synir hans, ég nú með að hérna einhverstað hvað þeir hétu, Hussein og Hassan og Hussein. En eftir að Ali var myrtur, og það sem gerist þá heima í Mekka að eliten þar gat notfært sérst á tómarúmi sem var til, og þá festa sérst Umayyadar í sessi. Það þetta Umayyada kalifadæmið sem kom síðan. Og það þá þessi Muawiya ibn Abi Sufyan, eða hvernig sem var að bera það fram, sem þetta Umayyadi, og þá hvort að hann hafi ekki verið sonur eins af þessum réttmættu kalifum, hvort að hann hafi ekki verið sonur Uthmans, held ég. Já. Og þá nær hann völdum, og hann stóð síðan á bakvið það. Síðan þetta svo, það sem svo áhört, þetta náttúrulega fjölskyldusá og fjölskyldudrama, því Hassan, sem fylgjendur Ali segja hefði átt að taka við, hann lést í kvennabúrinu, samkvæmt sumum, út af þá, hvað maður segja, of miklu svalli og munaði lífi kvennabúrsins. Hann hafi látist úr því, á meðan að fylgjendur Alís og sítandi segja að hann hafi verið myrtur af eitra fyrir honum. Hér það bara mismunandi hvort þú sért sunni eða síti, hverju maður trúir. En allavega hana, og þá ásæðast að hann Hussein hafa flúið eftir þá
lát hans Muavia og þá sem sagt sonur hans Yazid fyrsti sem lætur sitja fyrir á þessu setna baddabarni Alís og drepur hann og drepur mikið af fylgjendum hans og tekur sér konurnar og börnin og lætur þau marsera gegnum eyðimörkinu og það deyja rosalega margir. Þetta er rosalega svik hjá Sjítum og Sjítar líta á þessa tvo kalífa náttúrulega sem algjörlega óréttmæta kalífa og sem algjör skrýmsli og viðbjóð og grefturunarstaðir þá Alís og Husseins eru sko tveir heilugustu staðir Sjíta og Sjítar eru rosa uppteknir af píslarvættistöða vegna þess að náttúrulega þeirra upphafsmenn voru myrtir. Þetta komum við aðeins að þegar við vorum að tala hérna írönsku byltinguna og þetta með píslarvættistöðan og að fórna sér í hernaði og svona öflugt hjá Sjítum en þann dag í dag. Og skiptir það ennþá dag í dag en það eru þeir með einhver hátíð sem kalla Asúra sem svona 10 daga hátíð. Hvar eru þeir grafnir þessi gaurar? Í Suður Írak. Já. Af því að Sjíta-hreyfingin byrjar í Írak eða það sem í dag er Írak. Einmitt. Og það svæði er væntanlega Sjíta svæði. Já, alveg rétt. Ég var einmitt við töluðum með það, ég var svo hissað því að ég held alltaf einmitt að Írak væri meirihluta sunni en það var ekki rétt hjá mér. Nei, það er alveg málið. Sjítar eru meirihluta Írak en það hefur verið sunni elita sem er stýrt og það er þetta sjáum líka sko hvað þetta er flókið því það er sumstaðar er sunni elita sem stýrir og Sjíta meirihlutin og þá snýst valdabröldi mikið það að halda þeim niðri. Já. Hvernig var þetta eftir með þessa sögulegu Fatamítar voru Sjítar í Egyptalandi á tímum á miðöldum mjög öflug Sjítarhreyfing Sjítaríki hvernig var þetta eftir á Spáni við töluðum nú þetta með Al-Andalus þeir voru sunni Sjítar líka? Nei, þeir voru sunni Já. Það voru þetta fjölskyldars að hluta henni sem náðu að flýja þangað en hafa Sjítar alltaf verið í minnihluta líka í fornöldinu og í miðöldum? Já, þeir eru alltaf verið í minnihluta þeir eru alltaf verið ofsóttir Já En Sjítar sjálfur kalla sig ekki Sjíta, þeir kalla sig sko, hvað hann kalla þannig fólksskikkjunar þá er þá líka að vísa í það þegar að Múhameð á að tekið sér skikkju sína og haldið henni yfir Ali og Fatimu og blessaðu sérstaklega að því síðan kemur inn í þetta þá að það sem er stór hluti af Sjíta-hreyfingunni er að ímamarnir verða að vera afkomendur þá Múhameds og eru gættir sérstökum krafti og gáfum og hæfileikum og við getum svolítið líkt þessu saman með það að þessu innblásnir af hinum heilaga anda eins og maður talar heilaga anda í kirkjunni að það er svolítið svona gegnumsýrir þá Sjíta-hreyfinguna að meðan sunni lítur ekki svo á að bera allir með ímam innan sunni við prest er vitlaust því ímaminn er á engan veginn prestur. Það eina sem ímaminn gerir hjá sunnitum er að hann leiðir föstudagsbænina og heldur almennt svona ákveðna predikun á föstudeginum í tengslum þá við bænina. Og svo er það ekkert mikið meira en það og ímaminn getur verið hver sem er. Einmitt. Á meðan hjá Sjítum þá ertu með klerkastétt, þessar ertu með klerkanallir með núna í Íran sem er svona valdameklir vegna þess að þú ert með alveg sérstaklega prestastétt innan Sjíta-hreyfingarinnar sem hefur heilmikið vald. Já. Og svo þetta bætist ofan á það náttúrulega Ayatollah sem er svona dómari eða svona löglærður svona trúarleiðtogi. Já, sem er þá alveg toppurinn í klerkastéttinni eða meðal prestana, fremstur með jafningja eða eitthvað slíkt. Ayatollah, hann er næstu guði, hann var sérstakann innblástur frá guði. Hvenær myndaðist þessi klofningur fyrir gjöðu? Ef við ætlum að þess að hvenær svona cirka erum við að staðsetja þennan klofning? Já, Múhameð deyr, sagði ekki 631 frekar 34. Já. Jú, það er 632. Ali var myrtur 681. Ok, þannig að þetta er nokkrum áratugum seinna. Já, þetta er nokkrum áratugum seinna. Það er nú ekki langur tími. Nei. Í stóra samhenginu.
þetta nefnilega gerist allt mjög hratt og þetta náttúrulega auðvitað, þú veist, þetta borgarastyrjöldu auðvitað. Af því að Shita splittið eða klofningurinn, þú veist, það alveg að segja að hann byrji bara strax þarna. Já. Hann byrja strax. Hann getur sagt í raun hann byrja bara strax með döða Múhameð 632. Já, ég veit. Og þannig að þeir auðvitað líta svo á Ali hefði átt að taka við leið, ekki Abu Bakr. Já. Og þess vegna er svo áhugavert með Íslam og þess vegna er Íslam svo öðruvísi en mörg önnur trúarbrögð. Er að Íslam náttúrulega er svo pólitískt og svo hugmynd ekki til innan Íslams að það sé eitthvað veraldlegt vald og trúarlegt vald. Nei, mitt. Þessi tvískipting er ekki til í Íslam, hefur aldrei verið til. Og þetta er eina ástæðan fyrir því okkur Íslam á svona erfitt í dag að hvað maður segja, aðlaga sig þessum hugmyndum sem við erum búin að dreifa sig allan heiminn gegnum nýlendustefnu og hvað það er að þú sett með eitthvað trúarlegt og það sé einhvern veginn aðskilið þessu veraldlega, það er enga veginn til. Af því að eins og þú lýsir þessu þá er þetta í rauninni svona eins og já, bara þú veist, þess að ef trúarbröð, þess að við varum með trúarbröð sem verið byggð á, Konstantínus í fyrsta eða Júlíus Sesar eða eitthvað og síðan er það bara, hver var arftaki hans sem varð síðan keisari og hinir sem gerðist mjög oft í Rómaveldi, áhangendur þess sem ekki fékk að erfa og svona, þetta er svona eins og segir fjölskyldudrama en líka svona pólitískt drama í rauninni. Já, algjörlega. Hver á að erfa ríkið? Hver á að erfa ríkið? Og það er snýst svona fyrst það því hver á síðan að leiða þá hús Íslams, Dar al-Islam eins og við talum. Það sem er þá, þú veist, allir múslimarnir. Múslimi þýðir hvernig er þetta? Íslam því það ekki undirgefni frekar en múslimi. Jú, Íslam er held í undirgefni, já. Já, og það er alltaf, þú veist, undirgefni gagvart Guði og Shita-hreyfingin er þá sérstaklega upptekin af því að þeir einu sem geta leitt okkur eru þessir, hvað við segja, andlugu leiðtogar sem hafa þessu sérstökul tengsl við Múhameð á meðan að sunni-muslimar sem er þá meirhluti segir nei, það er ekki rétt. Það eru, þú veist, við, hvað við segja, valda eiltan, við getum alveg, stýrt skútunni. En þið segja að muslim þýðir sá sem að er undirgefin, sá sem hefur gefist upp frammi fyrir vilja Guðs, segir Google. Einmitt. Að því síðan Ali er það mikilvægur hjá Shítum að það er alveg að bera hann svolítið saman við Jesú. Sumi ganga það langt að þú ert með Ali og Allah, með Ali og Guð, eins og þú ert með Jesú og Guð. Já. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem sunni-muslimum líta á sem algjör og villutrú og vil ekki sjá. Villutrú, já. Og Shítar afnetu líka algjörlega þessari valdabaróttu kalifadæmið. Ákveðin einföldum auðvitað, þú getur sagt að Shítar hafi bara hrist höfuðið og sagt, hvað ert þú að bærast þetta? Þú ert ekkert tilkall, þú ert með enga löggildingu. Þú ert ekki afkomandi Fatimu og Alís. Þú er enga rétt á þessu. Já, það er ekki einu svona rífast við, Nei, einmitt. Já. En þeir þurftu nú samt að láta í minnipókan. Þeir þurftu að láta í minnipókan, já. Og þá er þetta litið á líka á, þú færð ákveðin, að þessi 5 helgu meðlimir þá. Og þú ert með þá Múhameð, þú ert með Ali, Fatimu og svo ertu með Hassan og Hussein. Þessi 5, og svo setur þá upp á móti þessum 5 hötuðu kalifum sem ramsaði hérna upp á þann. Já, sem sunniarnir náttúrulega auðvitað stiðja. Já. En hefur það hafa aldrei verið neina svona hugmyndir það sem að hefur verið eitthvað fólk sem er að halda því fram að það sé afkomendur hinna dætrana óskilgetnu? Nei, ég hef ekki heyrt það. Nei. Ekki heyrt það. Að því sé náttúrulega máli, Múhameð eignaðist nú öllu líkindum fullt af börnum því hann átti, ég man ekki hvað hann átti marga konur. Í Íslam átti eiga 4 eiginkonur, en Múhameð fekk undan þá frá Allah, þannig hann gat átti þess marga konur og hann vildi, og svo mátti eins margar frillur og vilt ofan á það. En það er þetta gildi fyrir alla muslima. Muslima með eins margar frillur og þau vilja. Þannig að Múhameð átti fullt af frillum. Þannig að hann náttúrulega, Múhameð var náttúrulega bara nautnasegur, þetta er náttúrulega bara maður. Og hann notfærði sér tækifærin sem gáfust sem
þessi, hvað maður segja, veraldlegi leiðtogi Arabíu. Það hljómar er svolítið mikið vesen að vera að eiga sko mikið meir en 4 konur, skilur meðal annars upp á erfðamál og annað. Já, það er það. Það er svolítið vesen. En síðan það sem að sérstaklega litar síðan sjítarhefinguna er að hún heldur sín áfram og það klofnar síðan alltaf úr henni. Þannig að til dæmis eftir að 50 ímaminn deyr, þetta 712. Það er svona svo vinstri menn, það geta aldrei verið sammál neitt. Já, það var alveg orðað sem svo. Að þá kemur fram sko þessi á ensku kallar þetta 5er og 7er og 12er. Þetta rauninu bara, þú veist, þá verður að vísa það bara alltaf eftir 5. ímami, þá kom þessi klofningur, eftir 7. ímami, þá kom þessi klofningur, eftir þennan klofning, þá er það 12. ímami, það er þessi klofningur, og 12. ímami, það er klofningur sem er langstærstur meðal annars í Íran, og svo eru mismunandi guðfræðans og hugmyndir innan hvers klofnings. En það er áhugavert að þetta eftir 5. ímaminn, þá er fylgjendur hans sem eru þá í því sem er í Jemen í dag og þeir koma á þá eigin svona kalifadæmi þannig séð, titli, og það er fyrirbrigði sem lifir allt fram til 1962. Já. Og þetta er eitthvað sem sko litar borgarastríðið í Jemen enn þann dag í dag. Já. Þannig að reyna að skilja borgarastríðið í Jemen, þá ertu líka að gera grein fyrir því sko klofningunum þegar 50 ímaminn lést og hver var réttmættur aftaki hans snemma á 8. öld. En það er nú algjör synd að ef þeir að vera með svona kalifa alveg síðan á þessum tíma og að þeir hafa þurft að leggja það niður 1960. Já. Get ekki haldið því áfram? Já, það er spurning. Út af hverju var það lagt niður? Borgarastríð. Já, maður lætur ekki það var orðin steift og það komur svona hvað segja veraldlegur leiðtogi sem tók við og einræðisherra og svona. Já, þú getur ekki haft bara kalifa í útlegð. Jú, það er svona að pröfa það hætti að hann komi heimins og kom eini gerð á sínum tíma. Já. En það átti þeim þeir neita því sko að þú þurfur að erfa embættið frá föður þínum. Já. Heldur er þetta, opnara. Segð mér þá eitt, kalifinn sem var í Ottomanríkinu, sem var lagt niður 1918 eða hvað var það, 22 eða hvernig það var? 24. Já. Tölum aðeins hann, það embætti, hversu langt aftur er það? Þannig er allt aftur til Múhameðs. Það er þá í rauninni þessir afkomendur þessara 5 vondu, eins og þú veist að segja, sem sítarnir kalla. Að þið séu þetta er það löng saga, sko, hvernig kalifadæmi fer hingað og þangað og hver er ártækin og hver tekur við og svona, en sko ottomanirnir, þeir sækja það frá mamelúkonum, síðasta mamelúkonum, sem ef ég mann rétt, sem afhendi það. Hélt til Istanbul, Konstantinópel, og afhendi það á sínum tíma. Hörru, þannig að við erum að segja sko kalif er réttmættur erfingi Múhameðs og stjórnandi þessa ríkis. Já. Það fer þá yfir í kalifana sem að Ali og Uthman og Ómar og svo heldur sú lína áfram í Úmayyadaveldið, Úmayyada kalifadæmið sem að þandi skriðilega út og náðu þetta út í Persíu og Norður-Afríku og til Spánar og þar heldur línan áfram óslitinn fram að þá getur við komið fram að hámiðaldir. Hvað gerist þá? Ég man réttur ekki, Abbasítarnir sem taka við því? Abbasítarnir, já. Og þeir halda áfram með kalifatitilinn. Já. Og Fatimarnir og Fatimitarnir náttúrulega voru sítar. Já, þeir voru sítar, en heldur þeir kalifatitlinum? Ég man það nú ekki alveg. Það gæti verið. Ég man við töluðum þetta þegar við vorum að tala fyrstu krossförðina. Já. Það síðan, þeir eru síðan feldir af Saladin sem er að sameina þá aftur í Íslam. Að það náttúrulega hluta því til okkur krossferðin, fyrsta krossferðin tókst, var náttúrulega út af því að múslimar voru svo sundraðir. Jú, náttúrulega Fatamita ríkið var kalifat, sko. Já. Og þeir voru með kalifa. Já, af því þá auðvitað
þó að þeir hafi šítar sko Fatimarnir, þá náttúrulega eru þeir öðruvísi šítar og þá náttúrulega það sem að flækjur út af hreyfingu šíta að það eru allan á klofningar eins og til dæmi sko sjö šítar eða hvað kallum á íslensku þeir til dæmis deila það hvernig þetta einhvern veginn átt að fara, hver átt að erfa og þannig, en stuttsaga eða löngsaga stutt að í Pakistan til dæmis að þá ég veit ekki hvort það sé látin eða enn á lífi, þá til dæmis Karim IV Aga Khan erfingi þeirra línu og hann fættur 1936 og hann rekur sér þá beint aftur sko til ímama á 8. öld. En Saladin hann bindur endi á Fatimida kalifatið og síðan sagðirðu þetta færist yfir á Mamelúka sem voru í Egyptalandi, er það ekki? Já, einhverju tímabundi. Og þaðan yfir til Ottomana. Já. 1517 árið sem að Ottoman soldátnin sigrar Mamelúka í Egyptalandi. Já. Og leggur Egyptaland undir Ottomanríkið og þá fá þeir þennan kalifatitil. Já. 1517, já. Til 1924. Já. Já. Og sko hluti af Íslam búin að glíma við ákveðna tilvistakrísu núna áratugum saman og maður getur raunverulega sagt að Ísland búin að vera í krísu í 100 ár og þegar sagnfræðingar eftir að horfa tilbaka eftir 200, 300, 500 ára eða hvað það þá eiga þeir eftir að tala þessa krísu sem uppstóð eftir fall kalifatæðinsins 1924 og þá krísu sem Íslam fór inn í af því hver þá veraldlegur, hver leiðtogi múslima í dag og það hlutillum það okkur allir mörg hryðjuverkasamtök hafa verið að spretta upp og margir hafa verið að gera tilkall til kalifatitilsins og engum hefur tekist það. Einmitt. Og Íslam það náttúrulega, það hlutaði okkur Íslam svona klofið og okkur svona erfitt og Íslam náttúrulega ennþann dag í ákveðinni krísu þú veist það var alltaf kalifi, þú veist, þetta bara grundvallar stofnun, þetta svolítið svona svo hvað myndu katholkar gera ef páin var allt í hennu farin. En hvernig dætti mér í hug að leggja þetta niður? Atatürk vildi náttúrulega ekki sjá þetta. Já, en voru þeir hljóta að hafa verið undir pressu frá vestuveldunum og svona? Nei, ég held ekki. Ég þekki hann ekki 100, en sko Atatürk, það var flókið sko, hver var hann í raunur? Hann kallaði sig föður Tyrkja og allt þannig, en sko Alevi muslim og klofningur, þeir gera tilkall til hans og haldaði fram að hann sé einn af þeim og tilheyri þeim hópi og það trúarhópur muslima þá í Tyrklandi búa hásléttum Anatólíu. Þeir eru ekki svona uppteknir af þessum sunni hluta eins og ég held að þeir eru ekki með moskur og þeir eru ekki með bænaköll nema sinni netti til þess og svo er líka sögu þess efni sko Atatürk hafi verið gyðingur, hann alltaf var frá Þessalóniku og meir hluti íbúa Þessalóniku voru gyðingar sem kom upphaflega frá Spáni og það spurningar sem ekki Atatürk hafi verið múslimi eða Tyrki eða ekki og hvað sem ekki hann hafi verið að fela einkenni sín og ég get alveg ímyndum mér að hann hafi þess vegna ekki haft neinar taugar til kalifatæmisins og sunni. Nei, en svo getur þetta líka bara, auðvitað var hann líka bara, hvað við segja, nútíma legur og þjóðurni sinni og vildi bara byggja þjóðuríki og svona. Já, það var stórlutaði líka. Og það alltaf lagi með það. Já. En kannski það líka bara það að þegar Ottomanveldið hrunni þá ertu ekki lengur með eitthvað svona heimsveldi. Nei, og ekki með það. Til þess að byggja kalifatæmið á, sko, þannig að kannski hefur verið hugmyndin að nú ætlum við að frista þetta eins. Og þá það þetta bara up for grabs. Og hann náttúrulega þetta líka þetta bara sem úrelt á kunnuleiti en þetta var svo mikið sjokk fyrir muslima á sínum tíma. Nei, minna, þú veist, hann hefði þetta alveg getað sagt skilur nú finnum við einhvern annan kalíf sko, sem situr bara og er eins og þú sagðir auðvitað það er kannski svo fjarlægt í kenningunni sko. En ef Atatürk svona, hvað við segja, svona nútímalegur vildi, þú veist, vestarinn í sera landið sko, þá hefði hann geta líka aðskilið sko veraldlegt vald og trúalegt vald og haft kalífan sem einhvern svona trúaleiðtoga sko. Það getur gert það og þetta hefur þetta horfaldið til Hasemítana sem réði yfir Hedjas sem landsvæði þá við
fjallagarðurinn sem tegir sig meðfram Rauðahafinu í Sádi-Arabíu, það sem Mekka og Medína og Hasimitarnir höfðu til dæmis tilkall til þeir hefðu ákveð tilkall til kalifadæmisins vegna þess að þeir voru afkomendur Múhameðs og reyndu að taka við kalifadæminu en tókst ekki og margir aðrir, Nasser til dæmis var að leika svolítið við þær hugmyndir líka í mannrétt, tókst ekki konungur Marokko, hann þetta að gefast að 60 þeim titli en hann þetta með annan titil sem ættir að rekja til þess að fyrsta klopning sem við talaðum það hvað prinsinn að trúðu en hann notar hann titil þetta ekki utan konungdæmisins Hörðu, það reitt sem ég spá eins í þessu með hérna svona skipulag í Íslam að því að okkur tamt að hugsa eins og kirkjan hérna á Vesturlöndum sem að auðvitað var til mjög snemma með svona mjög öflugur svona stjórnsýslu struktúr skilurðu og svo einhvern veginn helst það áfram sko inn í nútíman þannig að þú veist við erum með þú veist íslenska þjóðkirkjan stofnun sem með eitthvað struktúr og eitthvað yfirmann og þú veist norska kirkjan og sænska kirkjan og svona og svo auðvitað kaþólska kirkjan og svo undir kaþólska kirkjan ertu með þú veist deildir innan landana og svona ekki svona struktúr í, þú veist, getur ekki talað að sé eitthvað svona stjórnsýslu struktúr í, til dæmis innan Sádi-Arabíu það sem eitthvað höfuð yfir trúar batteríinu þar og svo kannski eitthvað annað í einhverju öðru landi fyrst það ekki sko þvert á lönd undir einum kalíf eins og það var fyrir 1924 ég bara spáði hvernig struktúrun í þessi dag hann allur mikið lausari og þú ert ekki með sömu stjórnsýslu og hjá kirkjunni en það ákveði einstæmi ég held að séu engin trúarbröð sem öfluga stjórnsýslueiningar og kristnar og kristindómurinn samanber það til þess að stór hluti af ríkisvalds uppbyggingun og miðöldum náttúrulega horfum bara á kirkjuna og tekur allar hugmyndirnar og stjórnsýsluna þar sem fyrirmynd til þess að byggja upp sér ríkisvaldi þannig að við getum sagt að ríkisvaldi ákveðnu leyti komi upp úr stjórnskipan kirkjunar Jú, en það þýðir þá þetta náttúrulega þegar við ætlum að hugsa Íslam sko hérna á Vesturlöndum þá þurfum við að byrja á því svona eins og við talaðum sko þegar við ætlum að hugsa miðaldur að byrja að hugsa burt ríkið að þarna þurfum við að byrja að hugsa burt sko kirkjuna í rauninni sem við erum svo vöna að hugsa alltaf þannig að þess vegna kannski eins og í Íran þú veist, Ayatollah Khomeini sko hann var ekki einhver valdamaður innan einhvers batterís heldur var hann bara mjög karismatískur og vinsæll trúarleiðtogi. Svo munur þar vegna að þeir eru með presta eins og við. Þar getur þú hugsað svolítið meira held ég moskuna eins og kirkjurnar í Íran. Já, en fyrir ekki var samt ekki talað að ayatollarnir sem voru efst uppi yfir þessu batteríi að þeir voru ekki svona formlega valdamenn og þeir voru ekki með einn yfir sig, þeir voru með einn svona, þetta var þetta ekki svolítið flatari strúktur allan heldur við hugsum Jú, það stemmir. Og þetta rétt hjá líka mikið af þessu náttúrulega líka, þú veist, karismatískin hversu heillandi þú ert en það var það líka þannig sko með þessa menn að þú oft kannski fylgdir einhverjum Ayatollah og svo þegar hann lést þá ertu að finna einhvern annan til þess að fylgja en það samt áhugavert að það hefur myndast samt sterkari struktúr í Íran en annars þar í íslenska heim eða hjá sítum en samt, maður verður samt að passa sig að þú getur ekki borðið saman kálsku kirkjuna sem náttúrulega það ekkert batteri sem getur borðið saman við hana hvað varðar sko stjórnsýslu batterið og hvað viðfemt og stórt og allt slíkt Einmitt. En það spurning hvernig heldur hvernig myndi til dæmis segjum æðstu yfirmenn trúarleiðtogar í segjum bara tyrknesku hvað maður að segja ekki kirkjunni heldur hérna, þú veist þú veist, myndu þeir segja skilur kalífaembættið núna bara í frosti eða þú veist, er það í, þú veist, eða það farið fyrir fullt og allt, hvernig meðhöndla menn þetta í nútímanum? Það er alveg góð spurning, ég hef ekki kynnt með það nákvæmlega en ég myndi skjóta þó á að þeir myndi líta að það var í frosti og það var verið að bíða eftir nýjum kalífa eða það var vilji til að koma á nýju kalifadæmi mitt og það sjáum við þetta líka í hreyfingum eins og ISIS sem er að endurvekja kalifadæmið
og fengu svona mikil stuðning og ef það hefði ekki verið fyrir vestri það hefði náða að leggja undir sig allan Írak og Sýrland og spurning hversu mikið hefur getað lagt undir sig síðan út frá því þeir eru auðvitað alls ekki getað lagt undir sig Íran en þeir hefur verið stoppaði þar en svo spurningin náttúrulega Hezbollah þeir hefur náttúrulega lent saman. Þetta hefur aldrei komið upp hjá sítum að reyna að taka upp þessa krúnu? Nei, af því það er öðruvísi þá kemur inn í all þessu trúarlegu hliðar þeir eru fyrst og fremst að bíða eftir því að hvað við segja löngsaga og flókinsaga mjög stutt að stærsta hreyfingin sem þessi 12 šítar og það sem gerist þá er að sko 12 ímaminn þegar hann er 5 ára gamall þegar hann var ímam þá þurfti hann að fela sig vegna þess að sítar á allt þurfti að vera í felum og hann faldi sig í helli í 60 eitthvað ár var með milligöngumenn sem töluðu fyrir hann og verið tengslu við hina trúuðu og þegar síðasti milligöngumaðurinn var að fara að deyja þá var því lýst yfir að þessi ímam myndi fara í felur myndi fela sig og hann myndi síðan koma aftur einhvern tíma setna á hinstu dögum þannig að sítarhreyfingin í Íran sem fylgir þessari stefnu er að bíða eftir því að Al-Mahdi að þessi síðasti þessi 12. ímami að hann muni snúa aftur og þá er svona hvað var að segja endalok heimsins og slíkt og þetta er alveg grundvallar hreyfing innan sítarhreyfingarinnar þannig að þeir eru ekkert uppteknir að kalfadæmin vegna þess að það er svo búið þeir eru bara að bíða eftir að endurkomu Krists. Þetta er rauninni svolítið svona svipaður hugmyndi svona sem að ef þú væri bara geimvera að skoða þetta þá getur þú sagt sko þetta er eiginlega bara alveg eins og þessi kristnu trúa bara svona þeir eru með annað nafn á það og svona dómstags en það er náttúrulega líka það sem er áhugavert að tala um upphaf Íslams ég til dæmis hefur kynnt mér þetta töluvert ég er þeirra skoðunar að Íslam hafi byrjað sem kristin villtrú og þá er ekkert að nota orðið villtrú til þess að dæma neitt en það sem á ensku kalla heresy það sem að tala afvík frá kristinni frá mainstream trúarkenningu sem að þú allir átt að fylgja en það eru sumi fræðimenn sem að benda á að sko Kóranin er eina hlut ástæðan fyrir okkur að verist vera svo mikil ringulreiðar er að Kóranin hafi verið til dæmis kannski svona bók sem hafa verið notuð við messur sem stuðningur svo liturgíubók eða eitthvað eins slíkt ekki hugsað sem slíka þetta er eins og sögur úr Gamla testamentinu sem sest niður og svo getur við lesið og það er eitthvað söguleg framvinda og rauðu þráður þetta er meira eins og handbók þegar þú ert að tilbiðja og það er svolítið og fyrir mitt leiti þá svona það meikar töluvert sens og líka og hugsaður út okkur út allar þessar biblíusögur en það er oft bara aðeins öðruvísi og eins það liður mörg ár áður en kristni menn byrjuðu að líta á Íslam og sem eitthvað sér trúarbrögð fyrst var Íslam fordæmt sem kristni villtrú þú finnur ekkert í heimildum verið að tala það einhver ný trú komið frá arabíska það kemur seinna þetta er auðvitað líka bara alltaf er þetta að tala trúarbröð þetta því þetta er fólk náttúrulega trúir á þetta líka sko kristnina en náttúrulega ef maður ætlar að vera að skoða þetta bara sem menningarlegt fyrirbrigði öll þessi trúarbröð eða eins og ég segi sem geimvera að koma utanfrá og bara stúdera þetta algjörlega hlutlaust no strings attached sko eins og við gerum við heiðnina til dæmis að þá getum við alveg skoðað svona hinn ýmsu heiðnu trúarbröð og svona algjörlega hlutlaust bara metið það sko hér eru líkindi það eru svona mörg goð og þau eru með sín svona sérsvið og þú ert með sjáarguðin Týr eða Ægir skilur og svo ertu með sjáarguðin Poseidon og séð ákveðin svona líkindi og svo getur maður spáðið sko hvað er inspirerað kannski hefur eitthvað verið inspirerað af hvort öðru og svoleiðis og það er svolítið erfitt að stúdera þessi nútíma trúarbröð þannig því að það er náttúrulega milljónir manna kristnir og sem trúa þessu sem sannleik og svo ertu með milljónir manna múslima sem trúa líka á sín trúarbröð sem sannleik. Þetta er mjög viðkvæmt og svo náttúrulega
sjáum þetta líka eins og með alla þessa klofninga og það er þetta margir aðri klofningar sem þú talað drúsarnir til dæmis sem við erum mikið talað og hefur verið tölugt í fréttum upp á síkastið, það er líka svona síta klofningur, en svo eru þeir aftur á móti orðnir það öðruvísa ýmsu leit og það frábröðin að margir múslima myndi ekki líta á þá sem múslima. Þeir lefast trúa endurholdgun, þeir trúa því að það sé bara ákveðin fjöldi drúsa sem hafa verið settur á sínum tíma 1043, það var lokað fyrir það. Þeir eru með sér samkundur þar sem konur hafa mikið jafnrétti. Hvað búa þeir? Þeir koma fyrst og fremst frá Líbanon, en þeir voru offsóttir og stór hluti var hrakinn frá Líbanonfjalli og þá fluttu þeir til Suður Sýrlands og búa í Suður Sýrlandi í dag og svo hópurinn líka sem býr í Galíleu. Já. Sko Miðausturlönd svo flókið fyrirbrigði að það ætlar að skilja til dæmis það sem að gerast í Ísrael og Sýrlandi og Líbanon í dag, það var að vita sko, hverju drúsarnir eru. Því drúsarnir og drúsarnir í Galíleu hafa unnið með gyðingum allt frá því að Ísraelsríki var stofnað 1948 og drúsarnir í Galíleu eru hataðir, þeir eru hataðir frá mikið af muslimum, þeir eru mikið meira hataðir en nokkuð tíma gyðingarnir. Það er litið á þá sem algjör svikara. Já, þeir eru svona svo sósíalfasistar og í hugum kommunistar. Einmitt. Verstu óvinniði. Og þetta, og það hefur, og Ísraelsríki hefur mikið verið að sko styrkja sambandsitt við drúsana og bera víurnar í drúsana í Sýrlandi líka. Og þess vegna er Ísrael núna verið að sprengja í Sýrlandi. Þetta hangir líka saman með það alavítana og Assad var alaviti og alavítarnir eru líka minnhlutahópur í Sýrlandi. Og þeir trúa endurholdgun eins og drúsarnir. Já. Og þeir eru jú með moskur og bænir og pílagrinsferði til Mekka, en það er lítið annað sem eru sammála, því þeir eru til dæmis með ákveðna þrenningu, og það er þú veist Ali Muhammed og síðan einn af fylgismönnum Muhammeds, eitthvað Muhammad Salman al-Farisi. En þetta eru klofningar líka šía. Já, þetta eru síaklofningar og alavítar meira að segja, sko, þeir drekka meira að segja vín og borða brauð og trúa þá að Ali seti staðar í brauðinu og víninu, rétt eins og bara altarisakramenti hjá kristnum, eða mjög svipað, þess að trúir því að Jesús seti staðar í brauðinu og víninu, þannig þá sjáum við kannski kristin áhrif líka. Einmitt. Og það var eins að sama, þú veist, sunnimuslimarnir sem núna ráða við Sýrlandi, man ekki hvað hann heitir forsetinn, þeir líta ekki á alavíta sem muslima. Nei. Og alavítar þess og þeir hafa náttúrulega verið að hefna sín núna á alavítum og hafa verið að drepa alavíta og forsetinu reyna eitthvað að stoppa það en átt mjög erfitt með það. Og það er náttúrulega þetta mikilvægur hluti af dýnamíkinu sem gerast núna og Ísrael þá auðvitað að nota það líka sem tilliástæðu að nú eru þeir verndarar drúsa og þess vegna hafa þeir verið að sprengja þá núna og ráðast á ríkisstjórnina í Sýrlandi sem eru sunnítar. Þetta er ju maður lítur tilbaka við söguna, það hefur ekki verið mikið það, allavega ekki áberandi í sögu, segjum Íslams eða Miðausturlanda, svona innbyrðis trúabara stríð, eða það að segja stríð á milli til dæmis Ottomanríkisins og Persíu, eða það alveg gest, sko. Já, það var nú oft. Já, það var tölvört á deilum þar. Og sítarlimis hafa alltaf það mikið ofsóttir að það er grundvallar altrið og meðal síta að þeir geta logið til trú sína. Já. Það finnst mér mjög áhugavert. Kristnir menn hafa alltaf verið ofsóttir en það hefur aldrei verið leyfilegt að ljúga til trú sína, en það er svo sem líka sérstakar hugmyndir píslarsvætti stöða, en það er allir með þannig þá allt þetta fólk, drúsar og alavítar og alevi og síjar almennt, þeir mega ljúga til trú sína. Já. Þannig að þeir ljúgaði ofta þeir séu sunni og þess vegna þykjast þeir vera með moskur eða þeir þykjast taka þátt í föstudagsbæninni og eitthvað svona, en í raun og veru ekki sunni muslimar og þetta ítir sérstaklega undir ofsögnindar líka á hatrið. En þegar kemur það svona trúar athöfnum og svona, já, bara svona gróflega, getum við sagt eitthvað það þegar kemur að sítum og sunnutum? Já, og það er kannski fyrst og fremst þá munurinn á því að vera með presta eða ekki. Þá er við klerkastétt og ekki því almennt eru báðir með moskur og bænakall á föstudögum, en svo er alltaf spurning, sítatir almennt eru þá með sérstaka trúarleiðtoga ímama sem eru meiri svo prestar og með sunni muslimandi geta verið með hvert sem er. Það getur maður borðið kannski saman við
Já, svona kristna, hvítasunnu söfnuði eða meira svona karismatiska söfnuði, þar sem þú þarft ekki að vera með sér guðfræði menntun, það getur verið bara að þú ert búin að lesa biblíunni og ert karismatiskur og þá leiður söfnuðin, þú skilur. Jú. Svo nýjar mikið meira þar. En svo er allir með áhverði sem að Alevi hópin í Tyrklandi, þeir allir með sem vilja ekki hafa moskur og bænaköll. Og þetta eru kannski 15-20% af Tyrkjum. Og svo hef ég ekkert talað þjóðerni, því þjóðerni kemur inn í þetta líka. Alevi haldaði fram að þeir séu Törkoman, þeir eru Seldsjúk Tyrkir, þeir eru alvöru Tyrkir. Og meðan hinir Tyrkirnir eru það ekki. Það mitt. Og svo kemur það líka áhvert að Alevi, þeir eru sérstaklega umburðulendir, umbyrra auðvitað kristni og gyðingdóm og meira segja samkynhneigð. Já. En það samt það sem áhvert líka með Íslam, sko, að Íslam satt almennt á móti samkynhneigð bannað og allt þannig, en það er venjulega oft horft í gegnum fingur sér, því það mjög mikið það sem við myndum kalla samkynhneigð í hinum íslamska heimi. En allar þessar reglur, það svolítið svona stór hluti af svona íslams iðkunni, ekki? Það eru svona reglur og hvernig maður á að haga sér og svona. Jú, af því það sér annar klofningur, því þú ert náttúrulega með sko þessa réttafar skóla. Já. Líka þvert á, þú ert alveg með 4 svona skóla eða skóladildir eða svona réttarfars hreyfingar, hvað þú kalla það, og það allir með þessi Hanafi hreyfing, elst og stærst, þessi ertu með Shafi, Maliki og svo Hanbali, og Hanbali mjög strangt, það bara svona 5% sem fylgja því, af því að flestir múslimar það eru svona frjálslyndari eða svolítið svona pragmatískir, en Hanbali eru mjög strangir. Og salafismin og wahhabismin sem kom fram í Sádi-Arabíu á sínum tíma náttúrulega sérstaklega ströng túlkun á íslama, því þetta öll trúarbrögð þarf að túlka og svo spurning hversu strangur ætlar að vera í túlkunin eða ekki. Kannastu við ég með kort fyrir fram að mig það sem að svona í grófum dráttum sko Sádi-Arabía Hanbali og svo Sýrland og Írak og Jordan og Egyptaland eru Hanafi og það líka með Asía, Pakistan, Afganistan og Indland, Bangladesh. Síðan ertu með Maliki sem öll Norður Afrika fyrir utan Egyptaland. Já. Og Shafi síðan Austur Afrika. Já. Og Indonesia. Já. Þetta eru réttarfars skólar, segiru. Já. Það þá eitthvað mismunandi túlkun. Já, því að Íslam gegnum sýrir alveg lífið. Þú veist að það skipti úr að túlka það hvað ég að borga, hvað ég gefa mikið í fátækra aðstóð. Ok, og hver það rétt á fátækra aðstóð? Og jú, þetta segir Múhameð eitthvað þú hefur borgað svona mikið og allt það. En þú þarftu þetta samt að túlka allt til þess að fá, þú veist, nákvæmt. Vegna þess að Íslam snýst, finnst þú ekki hvað þú trúir heldur hvað þú gerir. Það þú veist, réttar gjörðir ekki rétt trú. Þannig að þess vegna til dæmis berðu bara saman, við erum með 5 játningarit í íslensku kirkjunni og það þú veist, löngrit sem fara alveg í sauman á því hverju þú átt að trúa og eins þessu ertu með trúar játninguna það svo ramsar upp, ég trúi og svo ferð alveg gegnum það og þetta eitthvað sem var sko eitt miklu púðri í að skrifa niður og fá nákvæmlega réttu orðin í þetta. Já. Og meðan að Íslam, ef þú ætlar að segja hvað þú trúir, þú er bara að segja þú veist, að þú trúir á Guð og Múhameð spámaður hans, einfalt. En síðan kemur flóknu hlutin þar, má ég borða fisk? Ok, má ég borða svínakjöt? Eða má ég borða flóðsvín? Ég veit ekki hvort að flóðsvín sé halal eða ekki, það var engin flóðsvín á tíma Múhameðs, eða þau náttúrulega voru bara í Suður-Ameríku, þannig að þegar þú uppgötar síðan Suður-Ameríku og uppgötar ný dýr þar, ok, hvað af þessu 9 dýrum máttu borða og hvað ekki? Já. Kristindómur myndi segja, þú veist, það skiptir engum máli kallið minn, þú veist, við erum ekki að spá í þessu. Já, nema hrossin, eða ekki, var það ekki? Nei, það einhverjar aðrar reglur sem koma þannig, þú veist, Jesús sagði á sínum tíma, þú veist, það ekki það sem fyrir innum munnin sem spillir manninum, heldur það sem kemur út frá hjartanu. Það ekki það sem fyrir upp í munnin sem spillir manninum. Nei, þannig að þá bara, þá getur kasta því til hliðar, hvað þú ert að borða, hvað þú ert að neita, það ekki vandamálið. Á meðan að manstu hvaðan þetta kemur þetta með hrossakjöti, var ekki alltaf að tala um Íslendingar tók upp kristna trú og
og þarna með undanþáin að þeim áttu að halda fram að geta hrossakjöt og blóta á laun. Jú, það var einu undanþáin á honum. Ég veit ekki hvað hans hrossakjöts regla kemur, ég þekki það ekki. Nei. En því sé náttúrulega að koma menningar áhrif inn í þetta líka, því eins og við höfum almennt litið niður á að horfa á hrossakjöt og svo aldrei hrossakjöt á mínu heimili þegar ég var alveg upp, á meðan hrossakjöt herramarsmatur í Frakklandi en þú borðar ekki hrossakjöt í Bretlandi. Hrossabjúgu var nú alveg getið hérna oft. Já, ég gáði þetta en það var aldrei borðað á mínu heimili. Nei, ég meina líka bara þegar ég var alveg upp. Já, mér finnst það gott en ég þekki ekki þá reglu því það er líka hluta því sem Íslam líka glíma við, það er náttúrulega líka menningar áhrif og menningar munur eins og til dæmis bara kynfæralimlestingar á stúlkum er eitthvað sem þvert á bæði Íslam og kristni og tengist þú alveg mikið, hvað við segja, Afríku. Já, einmitt. Og svo hefur þetta verið fléttað saman við ákveðin hreyfingar en Íslams en þú finnur það líka hjá kristum til dæmis í Eritreu eða Eþíópíu. Já. Já, og svona hitt og þetta, í Indonésiu borða menn dálítið svín, líka múslimar. Já, einhver leyti, ég held ég þóra fullir það. Það er alveg bannað annars staðar. Já, það er alveg haram. Einmitt. En svín er alltaf svo mikið borðuð þarna í Suðaustur-Asíu. Já. Þannig að þú fær allan svona blæbrigðamunu og svo þetta breytast líka hitt og þetta. Þannig að Íslami þetta það er mikill fjölbreytileiki auðvitað innan Íslams rétt eins og er innan annarra hreyfinga en trúarbragða. En pointið er alltaf bara að benda á þú veist hversu mikill munur er innan Íslams en svo líka önnur hreyfing sem mikilvægt að nefna sem náttúrulega er súfismin og súfistar og við getum sagt í raunum sko að öfgapólarnir innan Íslam geta verið annars vegar súfismin sem er þá þessi svona frjálslyndasta mest andlega hreyfingin sem fer líka þvert á sko sunni shita eða sunnita og shita og á mjög margt sameiginlegt með bæði kristni og gyðinglegri svona guðspeki og gengur út á það að þú ert að reyna að vinna í því að nálgast guðdóminn með því til þess að fasta og þú getur líka gert það með því að dansa, með því að lifa næstu í svolítið sem munkur og myndirðu segja að þetta væri svona frjálslynt eða minna strangt á þessum svona reglum allavega, meira bara vera fókusera á svona andlega iðkun? Já, það er mikið meira áherslu á það. Og hvar eru þessi súfistar flestir? Það finnast allar inn í íslamska heim og þú getur ekki litið á það sem hreyfingu eins og kannski kaþólika eða eitthvað slíkt. Það er kannski að bera þetta saman við hvað maður að segja, ég veit ekki, myndi bera það saman kannski við pólitíska hreyfingu sem ju þvert á þjóðerni og trúabrögð og eitthvað slíkt, þú skilur. Já. Að þú getur alveg verið šíti og súfisti en þú getur líka verið sunni og súfisti og þú getur verið hvort sé kurdi eða arabi eða hvað það er. Já, það getur ekki verið talibani og súfisti. Það er eins og bara með meinlættalifnaðin hjá kristnum og svona, hvað var að segja, dýrlingana, það náttúrulega oft eitthvað sem fer þvert á kirkjudeildir. Já. Eitthvað dýrlingur er alveg mikilvægur kannski líka hjá réttrúnaðarkirkjunni og líka sýnd virðing hjá kaþólugum. Nákvæmlega. En ok, tölum að þessum salafisman og vahabíisman af því að það er auðvitað eitthvað svona sem að við höfum auðvitað séð svolítið mikið af í fréttum frá þessum heimsluta síðustu áratugi. Já. Þá erum við að tala um ströngustu túlkunina. Já. Sem að við finnum á byggðubóli. Já. Þá erum við að tala um þessi hryðjuverkasamtök, við erum að tala um Íslamska ríkið og við erum að tala um Al-Qaida. Já. Og svo erum við að tala um náttúrulega Sádi-Arabíu. Hvenær byrjaði þetta og hvaðan kemur þetta? Þetta byrjar upp úr 1800, fyrir 19. aldar. Þá var Ottoman-ríkið ennþá til. Já. Og vahabíismin og það ströng túlkun á íslama, það er bara Kóranin og hadith. Það er engir helgir staðir sem voru eitthvað neginn að bera virðingu fyrir eða huga að, samanber það til dæmis að 1998 að þá eyðilögðu yfirvöld í Sádi-Arabíu gröf móður Múhameðs og heldu bensíni yfir
vegna þess að þú átt ekki að túlka neitt þetta er sama ástæðan fyrir því til þess af hverju Talibanar sprengdu bútaðstýtturnar í Afganistan á sínum tíma þú átt ekki verið með einn svona skurðgoð það bara Kóraninn og hadíth búið og það túlkar einn strangt og getur þannig að það allir með ástæðan fyrir því af hverju kristni menn hafa verið krossfestir í Sádi-Arabíu af hverju þjófar missa hendur og af hverju konur eru grýttar og allt slíkt vegna þess að þú túlkar þetta alveg eins strangt og getur á meðan að flesti múslimar og hinir svona réttafar skólarnir eru tilbúin að horfa meir gegnum fingur sér og túlka hlutina aðeins víðar og til dæmis getur tekið aukafullt dæmi frá šítum þar til dæmis hafa klerkarnir komist fram hjá vændi því að vændi ekki leyfilegt en það segir þeir túlka þá lögin sem svo að þú getur gifst konu tímabundið og gefið henni þá okkur gjöf og þá giftistu bara konu og farð þá að prúfa hjónabandið og svo þegar þú er búin að prúfa hjónabandið og orðuna sem svo þá getur skilið við hana vegna þess að skilnaður er mjög einfaldur í Íslam þú segir bara 3 sinnum ég skil við þig ef mann rétt þá skilnaður búin og það bara kallinu þetta sem getur skilið og þetta er eitthvað sem sunnimuslimar stunda ekki og samþykja og ekki þetta myndi ég segja væri svolítið svona gaming the system það er svolítið svona gaming the system, já en hvenær kom vahabismin fram hvernig komist þeir til valda í Sádi-Arabíu var það strax með Googla hvað hann hét aftur þetta er náttúrulega nefnt eftir vahabismin er nefnt eftir honum sem hét Muhammad ibn Abd al-Wahhab og var trúarleiðtogi þarna í eyðimörkinni og hann nær sem sagt soldánunum af Ned ef ég man rétt á sitt band og soldánunum af Ned og vahabismin mynda ákveði bandalag þú er alveg líkti kannski saman villimis þegar við verðum að kristna það hérna á Norðurlundin að konungsvaldið einhver konungur hvernig við nefna Ólafur Tryggvason til dæmis Ólafur Tryggvason hann auðvitað myndar bandalag við kirkjuna og nota kirkjuna til að styrkja konungsvaldið og það er einst á soldarunar notar vahabisman á okkur leiti til þess að virkja sína fylgjendur og er með svo ströngu túlkun á Íslam þetta eru náttúrulega góði bardagamenn náttúrulega hryllilegar aðstæður hérna í eyðimörkinni en hefur eyðimörkinni oft búið til góða hermenn rétt eins og fjöllin búið til góða hermenn á meðan að þessir ræflar í borginni geta ekkert barist þannig að vahabismin springur síðan þarna út úr eyðimörkinni og þeir ná auðveldlega að leggja undir sig Hedjas og rekja Hasemitana frá og svo taka þá Hasemitana við konungstæminu í Írak og Jórdaníu eftir Breta og svo semja Bretar við Sátana þegar hægt og rólega uppgötvast að það sé mikið á olíu þarna þannig að og bara skjóta því síðasta að Sádi-Arabía hefur síðan og konungsættin þar hefur gert samning þetta er ekkert formlega samning en það hefur svona óformlegu samningur þið ráðist ekki á okkur við erum vellauðugir við ætlum að drekka okkar Johnny Walker Black sem við vinsælt hefur heyrt hjá konungsfjölskyldunni konurnar okkar ætla að fara í tískuverslanirnar í París og kaupa sér það sem þeir vilja og svona og bera það undir búrkunni við ætlum að hafa flott og njóta lífsins við látum ykkur fá hellingspening og þið ætlið að exporta þennan vahabisma og svo getið þið predikað nokkur veginn að segja vilja utan Sádi-Arabíu svo framalega segja styðið okkur innan Sádi-Arabíu þannig að til dæmis allir hryðjuverkamennirnir á bakvið árásuna á Tvíburuturnana ég held að allir hafa komið frá Sádi-Arabíu og allir voru tengst við vahabíisman og vahabíismin var alltaf mikið innblástur líka fyrir Al-Qaida og allar hreyfingar og þetta hefur verið mjög viðkvæmt og erfitt að ræða út af tengslið Sádi-Arabíu og konungsfjölskyldunar við Bandaríkin því þau eru mjög góð algjörlega, ég meina einn af stærstu bandamönnum Bandaríkina þarna og svo komu þetta allir hryðjuverkamennirnir frá Sádi-Arabíu þetta er rosalega kallhærislegt og viðkvæmt og hefur viðkvæmt lengi og Sádi-fjölskyldan hefur verið að reyna að vinda eins ofan af þessu og verið svona að reyna að mýkja þessa hreyfingu en það hefur verið erfitt og viðkvæmt auðvitað að Sádi-Arabíska konungsfjölskyldan alltaf stendur mjög veikt að ýmsu leyti vegna þess að þeir náttúrulega, þetta er suðupottur og þeir eru með lokið og reyna að halda lokinu því það er stór šíta minnihluti
og wahhabismi náttúrulega, það er mikilvægt að hafa það í huga wahhabismin lítur á aðra múslima sem ekki múslima šítar eru ekki múslimar í augum wahhabista og svona hófsami sunni múslimar þeir eru ekkert endilega múslimar samkvæmt wahhabismanum, þeir eru alveg það aukafullir og þess vegna er það þannig í Miðausturlöndum að þau ríki sem hata hvort annað langmest, það er ekkert Ísrael og Íran eða Ísrael og Sádi-Arabía, það er algjört kjaftaði, þeir sem hata hvort annað langmest það er Sádi-Arabía og Íran, það er stóra vandamálið en síðan, nú erum við bara að tala heilengi þetta, en það er einn hópur líka sem er nokkuð mikið til þess að nefna og það eru jasítar það var mikið tala jasít á sínum tíma sérstaklega vegna þess að voru þeir ekki kristnir? Nei jasítar er sem sagt blanda af trú Sarathustra Mithraisma manikisma nestorianskri kristni súfisma og síta-íslam og ljúga til trú sína og segjast vera sunnimuslimar til þess að reyna að komast hjá ofsóknum og þetta er nefnilega svo sérstaklega vegna þess að þeir eru svo mikið svona samblanda af hinu og þessu eins og það samanber það sko að svona svo stofnaðir hreyfinguna að þeir sér satt hafa sér satt trúarhátíð þar sem að þeir slátra uxa og þetta er náttúrulega sem kemur beint upp úr mýþræðismannum og þeir eru náttúrulega mikið tónlist og dans og mikill fögnuður en það sem er sérstaklega áhugavert er að þeir trúa því að Guð hafi skapað heiminn en að Guð hafi síðan afhent heiminn til 7 erkiengla og einn af þessum erkienglum þá er páfuglin eða Malak Taus sem birtist þá alltaf í svona mynd páfugls en birtingamynd hans er líka Íblís og Íblís er Diabolos, það er djöfullin Lúcifer þannig að múslimar saka jasíta að tilbiðja djöfulinn og gera þá vegna þess að þeir nota orðið yfir djöfulinn til þess að tala einn af þessum erkienglum sem þeir tilbiðja en ástæðan fyrir því að afhverju þeir biðja eða bera svo mikla virðingu fyrir þessum erkienglum er að þeir reyna að friðþægja illskuna sem stýrir heiminum en þeir til dæmis hafa líka svona tabú þeir með ekki segja orð sem byrja á SH þannig þeir til dæmis segja ekki shaitan sem þá Satan Satan á hebræsku sem er náttúrulega nafni yfir djöfulinn því bara andstæðingur andskotin já, það var andstæðingur og það er svona áhugaverið hugmyndir og þeir líta á sig sem afkomendur Adams en ekki Evu og það gerist þess svo að Eva sagði við Adam að hann myndi ekki hafa neitt hlutverk í fæðingu mannkyns og þá skoraði Adam á hana í keppni að þau myndu taka krukkur og rækja í krukkurnar og loka og svo biðu þau í 9 mánuði og eftir 9 mánuði þá opnuðu krukkurnar og krukkarnas Adams það láð þar fallegur ungur maður eða dreng barn eða hvað það var en í krukkurnar Evu var bara einhver viðbjóður og svo eru jasítarnir afkomendur Adams Þetta er svona hljómarsaldið eins og norræna sköpunarsagan og svo mega ekki borða eitthvað grænmeti og svona já. Og svo nýtt að líta og þá var náttúrulega bara sem algjör að djöfla dýrgöndur og þeir hafa verið mjög ofsóttir allir tíð Já, 2014 og þetta var framið þjóðamorð á þessum þjóðaflokki, þetta er náttúrulega svona etno-religious hópur auðvitað. Þetta er þjóðerðis trú í þess skilning sko, þeir trúa endurholdgun eins og drúsar og alavítar og þú getur bara fæðst inn í jasíta trúna þú getur ekki gifst inn í henni eða neitt slíkt og þeir hafa þá líka svolítið verið að iðka þá heiðursmorð og það hefur gerst líka í vestrinu að jasíta konur hafa verið drepnar af bræðurum sínum, fjölskyldumeðlumum fyrir það að taka saman við þá ekki jasíta. Þetta voru cirka 5.000 manns sem voru myrt árið 2014 eða milli 2014 og 2017 og wahhabismin þá og til dæmis þá ISIS vísa þá í Kóranin og hadith til þess að réttlæta það að taka þá þessar konur sem frillur við köllum myndum að kalla bara kynlífsþræla því þú mátt hafa eins marga kynlífsþræla og vilt samkvæmt þeim reglum
Já, þetta nasty business. En þá erum við svona í grófu búin að fara yfir svona megni, þannig að nokkur hópar til sem ætti að vera að nefna, til dæmis eitthvað í Pakistan og svona, og múslimar líta þá ekki sem múslima, og svo náttúrulega líka þessi Bahai hreyfing sem byrjar þetta upp á 1844. Það er svona trú sem hefur verið að vaksa, og sumir hafa viljað líta á það sem sko fjórða stigið í þessum fjórleik. Ef þú ert mögulega með, þú veist, gyðingdóm, kristni, íslam og Bahai, en Bahai tekur sko blandar þessu öllu saman. Þeir taka frá íslam og síkisma og þeir tala Búdda sem spámann og alheimsfrið og öll eru við eitt og allan stíl. Já. Hvar er það? Þetta byrjar mann rétt í Indlandi, eða því sem í dag er í Pakistan, og svo hefur þetta breiðst heiminn. Ok, en eru þið með eitthvað svona að því að þú ætlar að segja þetta sé fjórða bókin í þríleiknum, að þá þyrftir að vera með svona spámann sko. Já, það eru með sér spámann, ég man ekki hvað hann heitir, ég hef ekkert kynnt með Bahaisma neitt sérstaklega, ég bara veit að það er til og veit að það eru með spámann og þetta sé svona synkretismi eins og maður kallar það, sem tekur sko áhrif hér og þaðan og blandar saman, þetta er svona suðupottur. Þannig að þetta er kannski ekki beinlinis eitthvað sem þú tengir við íslam. Þetta er náttúrulega mjög innblásið á íslam og mjög íslamsk áhrif. Býtu, ekki þetta þessi hópur sem er á Íslandi líka til? Það getur vel verið vegna þess að þetta er hreyfing sem hefur verið að vaksa og það er einhverju milljónir sem fylgja þessu. Ég held að þetta sé... En múslimar líta ekki á þessu múslima. Vegna þess að þetta er mikilvægt að hafa það í huga að múslimar lítu þetta sem svo á að það sé búið að loka fyrir opinberunina. Það mun ekkert koma eftir Múhameð. Múhameð er síðasti spámaður. Jú, þetta er hérna til á Íslandi. Já, það kemur ekki óvart. Jörðin er aðeins eitt ættland og mannkynið þegnar þess. Einmitt. Já. Akureyri, Hafnarfjörður, Hveragerði, Ísafjörður, Kópavogur, Mosfellsbær, Norðurþing. Já. En þetta er ekki Íslam þá er þetta svona sér. Já, múslimar náttúrulega líta ekki á sem múslimar, en þetta er náttúrulega þetta er klopningur upp úr Íslam. Þetta er, og kannski Íslam ég held ég get samt alveg sagt að Íslam er kannski svona stærsta einstaki þátturinn innan þessar trúarhefingar. Þetta er stofnað 1900 í Persíu. Já, Persíu, ok. Af Mirza Hussain Ali. Já. Sem síðan fekk titilinn Baha'u'lláh, dýrð Guðs. Já. Ég kann ekki bera þetta fram. Nei, það er eftir að bera það. Sitt eigið dagatal með ártal sem miðast við árið 1844. Já. Nýtt ár gengur í garfi jafndægur á vori, hvert ár hefur 19 mánuð og hver mánuður 19 daga, með 4-5 aukadaga sem fyll upp í árið. Já. Ég segi nú bara franska byltingartímatalið og hólasendagatalið. Já. Það er ýmist dagatal sem ættir að nota. Já. Nei, þannig að við getum svo sagt að þessi yfirferð þá er ég búin að fara svolítið yfir þetta í svona grófum dráttum, en svo þetta eru ákveðin blæbrið þetta meira að segja, ég geti þetta meira að segja að talað sunnita og sunni-hreyfingun og þetta blæbreiðamunin þar, því það eru þetta tölverið munur á sunni-íslam í Marokko í vestri og sunni-íslam í Indonésiu. Ég ætla einmitt að spyrja það það, þetta eru alveg rosalega víðfemt svæði sem að Íslam næri við landfræðilega, eins og segir, Marokko til Indonésiu og upp í Mið-Asíu og alveg langt suður í Afríku líka. Já. Svo til dæmis í Afríku bara, ég meina það hlýtur að vera mest allt sunni. Já, af þeim sem eru múslimar, já. Já, sem eru alveg mjög stór hluti af Afríku. Já, norðurhlutin. Já, og svo eru við í Mið-Asíu, þar eru við með sunni líka, stærstum hluti eða ekki? Já, nei, það sem að blanda, því í til dæmis Tadjikistan og Úsbekistan og þar, og tölvört í Afganistan líka, tölvört af šítum og eins í Pakistan. Já. En Kazakstan og svona meira sunni, og jú, meir hlutin jú sunni í þessum löndum, en svo það líka umdelanlegt sko hver nákvæmlega talan af því þetta viðkvæmt.
Já, Þetta er svona gróf yfirferð. þetta er gróf yfirferð, þetta er áhugavert. Svo ætla ég kannski bara skjóta inn líka í lokinu, svo ætla ég ekki mjög áhugavert auðvitað líka að tala sko þennan þjóðernis hluta. Því það skiptir auðvitað líka málum. Arabar auðvitað líta sérstaklega stórt á sig ýmsu leyti og Kóran náttúrulega skrifaðar á arabísku og arabíska er sérstakt tungumál. En er ekki líka eitthvað element af svona, eins og við sjáum í gyðingdómnum gyðingar eru Guðs útvalda þjóð, sko. Er ekki líka til eitthvað svona hugmyndum að Arabar séu Guðs útvalda þjóð? Jú, og þess vegna hefur það verið mjög erfitt fyrir Araba. Arabar hafa náttúrulega verið undir hæl annara alveg síðan hvað við segja, kannski Mamelúkar tóku yfir Egyptaland. Því þeir voru þá undir Mamelúkunum sem voru fyrst og fremst þrælar frá Kákasusfjöllum, svo tóku Tyrkirni við. Eftir Tyrkina voru allar þessar nýlendu þjóðir, mest Bretar og Frakkar, og Arabarinn voru ekki að fá sjálfstæði fyrir upp úr seinni heimsstyrjöld og eftir það. Og það hefur náttúrulega mjög viðkvæmt og Arabar náttúrulega ennþá mjög sundraðir og þess að hlutaði okkur menn voru að reyna að sameina allar þessar Araba í eitt ríki og það mistókst alltaf og hinn arabíski heimur náttúrulega sundraður, þvílíkt sundraður og það er náttúrulega eina ástæðan fyrir því af hverju þessar 8 milljónir gyðinga eða hvað Ísraelsríki er fjölmennt geta haldið út í þessum hernaði og geta barist og ég glottaðist núna þegar kannski ljótt að segja það, svolítið svona eins og var með krossfararíkin á sínum tíma. Þau héldi þarna og héldi út í, hvað var hátt í 200 ár út á sundrunga Araba eða múslima og ég er alltaf glotti vegna að þetta er sérstaklega viðkvæmt í múslimur auðvitað líta á Ísraelsríki sem bara ný krossfararíki og gyðingar vilja ekki heyra á það minnst. En það er auðvitað hægt að bera það saman. Þá þurfum kannski að passa sig hvað maður segir. En eins og þetta með sundrungu Arabaríkinu sko Arabaríkinu þess að þau eru í dag, ég meina þau eru náttúrulega bara afsprengi sko nútímans sem og landamæri sem voru dregin upp sko eftir fyrri heimsstyrjöld og þú veist það kerfi sem var búið til á 20. öld sko náttúrulega var það þú veist, er þannig kerfi sko að ég er svolítið þeirra skoðunar skilur að kannski ekki allir sammála því en veist, mín tilfinning svolítið á heimsmálun er skilur það gerist ekkert sko nema stórveldin leyfi það skilur, ég meina, þú veist, Arabar geta reynt þessu vilja sameinast hvort sem það er undir panarabisma eða undir sósíalisma eða undir islam eða hvað það er skilur, þú veist, stórveldin eru alltaf að fara að stoppa það ef það passar ekki við þeirra hagsmuni. Algjörlega. Og þau gerðu það bara núna síðast með, eins og þú sagðir, Íslamska ríkið skilur, bara mjög gott dæmi sem þú varst að nefna og þú veist, auðvitað getur við sagt að það voru náttúrulega svo hryllilegt ofbeldi sem var fram með þar skilur að við náttúrulega styðjum það en þú veist svona í stóru myndinni sko þá er það ekkit hagsmunur heldur stórveldana í Sýrland og það er auðvitað þessi heimsmynd sem var búin til eftir seinni heimsstyrjöld sko það sem var sagt sko landamærin eins og þau eru núna eru heilög. Þess vegna náttúrulega ekkert í boði fyrir Rússa ráðast inn í Úkraínu eða eitthvað svona skilur þú veist, það er bara nú, þessi landamæri sem bara vill svo til að voru dregin upp einhvern veginn svona, þau eiga bara að vera svona núna það sem eftir er, nema stórveldir vilji breyta eins og í Kosovo og svona sko. Það var svona að henda stórveld á þeim. Þetta er náttúrulega rosalega viðkvæmt þetta fyrir Araba að þú ert og líka þú veist þessu bara með kurda skilur bara auðmikið kurda sem að sko einhvern veginn hafa allt með sér eru góðu gaurarnir í stríðinu gegn Saddam skiluru og gegn Íslamska ríkinu og svona og svo bara megum við please fá þjóðríki okkar bara nei, það passar ekki. Landamærin sem voru teknuð árið 1900 á 3. áratögnum þau eru bara heilög. En við erum 40 milljónir með eigið tungumál og sögu og hefðir og menningu. Nei, kallið minn, landamærin eru heilög. Nei, landamærin eru heilög. Fyrir ykkur allavega. Það er það sem við höfum komið okkur saman og þetta er þetta rosalega erfitt og þetta er þetta, en það er náttúrulega hinn arabíski heimur mjög litaður af ákveðinni minnumáttarkenndi þetta gagvart þessu að vera svona undir hælnum öðrum. Já, svo þessi heimsmynd náttúrulega bara liggur við að brotna niður bara fyrir framan nefið okkur núna. En ég bara rétt áður en ég kom hérna inn í hlaðvarpið þá var ég að lesa hérna það þegar Trump var í Sameinuðu þjóðunum, hvað var í dag eða í gær? Það sem var bara drulla yfir stofnunina basically og Jú, hann gerði það. Þú veist, þannig að maður veit ekkert hvernig
hvernig þetta áttur að þróast sko. Og það eins og hann John Mearsheimer talar og aðri fræðimenn að við erum að fara frá því að þú ert með þennan unipolar heim, þú ert bara með einn pól sem hafa verið Bandaríkin sem að geta gert það sem vilja og við erum að fara yfir í heim það sem eru margir pólar meðal annars Bandaríkin þá og Kína verður annar pól og Rússland annar pól, spurning hvort að Tyrkland verður annar pól. Ég hef ekki nokkru trúið að Evrópusambandið ná að komast undan hælnum á Bandaríkjunum, þannig ég held að þeim er haldið áfram að fylgja Bandaríkjunum. Þú heldur að Tyrkland verði pól á sama stað og Rússland, Kína og Bandaríkin en ekki Evrópusambandið. Hvernig kemst það því? Vegna þess að Evrópusambandið var gjörsamlega vana eftir seinni heimsstyrjöld og gerir bara svo Bandaríkjamenn sem segja og það er ekkert sjálfstæði í evrópskri utanríkisstefnu. Nei, ekki svo það er í dag. Nei, ég hef ekki nokkru trú að það muni breytast vegna þess að það er engin vilji fyrir því að Evrópa byggja upp her og Evrópa hefur heldur ekki efnaði að byggja upp her, þannig að það verður ekki gert vegna þess að ríki eins og Þýskaland og Frakkland eru ekki alveg gjaldþrota en þú veist Frakkland hefur verið rekið núna með tapi í 52-53 ár og skuldabyrðinu komur upp í 130% af þjóðarframleiðslu þannig að það er ekki til peningur til þess að borga fyrir meiri hernaðarútgjöld nema þú skeri niður sósíalinn og ef þú ætlar að skera niður í sósíalum í Frakklandi þá er bara fólk fara út á götunar og stjórnin feld og það er svona með alla Evrópu. Tyrkland aftur móti eru 90 milljónir manns að vera að byggja upp iðnað, þetta er stór her. Tyrklandi er hægt og rólega að styrkjast og Erdogan hefur drauma þú veist, ný ottomanstríki, þetta hefur hann ekkert burði til þess að hann ekkert var að leggja út þessi Sýrland en hann hefur spilað mikilvæg rullu þar, þannig að þú veist, Tyrkland er ekki tilviljun heldur að það veri að ræða málinn í Istanbul til dæmis, milli Rússlands og Úkraínu. Það er auðvitað líka því Tyrkland er svona njútral. Þannig að þú veist, Tyrkland getur orðið kannski svona ákveðin póll, Íran hefur líka burði til þess, Indland verði póll, svona spurning, þú veist, með Brasilíu ég held að það er ekkert líki Afríku sem er burði til þess að verða eitthvað ekki, og þegar ég er að tala um svona póla þá er ég ekkert að segja að Tyrkland verði jafn öflugt og Bandaríkin eftir að vera langa öflugasta ríki á 2001. öld en þeir eru ekki eftir að vera þannig að það er engin sem getur ögraði, þú veist, það er eftir að koma upp önnur ríki sem eru öflugari bara rétt eins og, þú veist, Bretland var þetta langa öflugasta ríkið á 18. eða 19. öldinni en Austurríki, Ungverjaland, Rússland gat alveg ögrað Bretlandi já. En Bretland var samt langa öflugast. Já, svo þetta er líka að hafa þessi ríki, hvað við segja, þú getur sagt sko mörgu þessara sko heimsvelda eða pólum, þú veist, þeir auðvitað hafa sko byggja vald sitt á öðru en bara efnahag og hernaði, samber það til þess að, þú veist, Sovétríkin og Rússland auðvitað hafði rosalega og hefur rosalega mikið vald og er litið á það sem þetta stórveldi þó það sé ekki mikið á bakveða og þeir ráða ekki einu sinni við Úkraínu og allt þetta og eins með Austurríki Ungverjaland var alltaf litið á það sem svona pól og Ottomanríkið litið á það sem pól þangað til náttúrulega stríði kom skilur og það breyttist á einum vetri eða hvernig sem það var hvernig Austurríki bara hrundi á nokkru mánuðum sko en nei, ég held að þetta sé góða punktur svo sem þetta en sem með Evrópu, sko, ég líti á það svolítið þannig að þú veist, Evrópa verður að sameinast skilur og standa upp, sko, annars er voða lítið að því þegar hún er svona splittuð í svona mörg lítil þjóðríki þá hefur hún ekki neina rödd, sko. Getur ekki gett og verra verður bara núna því orkuverði er að rjúka upp öllu veldi í Evrópusambandinu þannig að Evrópusambandi á eftir að vera verra í stakk búi til þess að keppa við með Kína. Kína er að fara að byggja fullt af kjarnorkuverum. Kínverjar eru núna búin að gera stóra samning við Rússland. Allt gasið sem átti að keyra þýska iðnaðinn, því verður núna shippað frá Nord Stream 2 verður shippað núna austur eftir gegnum Síberíu 2 gegnum Mongóliu og eftir að keyra þá kínverskan iðnað og Evrópusambandi er að kaupa rándýrt gas frá Bandaríkjunum vegna þess að Evrópusambandið er svo rosalega helnum á Bandaríkjunum að við kaupum frekar gas á uppsprengdu verði í staðin fyrir að reyna að semja við Sameinuðu arabísku furstadæmin eða hvað það er, reyna að koma einhverjum leiðslum frá Mið-Austurlöndum og til Evrópu. Það sem er vandamál auðvitað með Evrópu er hvað það er splittað og dreifstýrt, það sem það þyrfti að gerast náttúrulega fyrir Evrópu það þyrfti náttúrulega bara að renna saman í United States, skilur við með alvöru miðstýringu, sko. Jú, eða væri þá, þú veist, almennileg
pólitík og ekki, þú veist, eitthvað grænstefna að leggja niður kjarnorkuverin í Þýskalandi þetta bara pólitík sem að þú getur haft þína skoðun á, ég get haft mína skoðun á eða þú veist, eða þegar fólk er að tala sem innflytjandi mál eða eitthvað skil, það bara pólitík, fólk getur haft bara mismunandi skoðun á því og til dæmis eins og þegar við tala þessi orkumál í Evrópu til dæmis og það sem að kemur frá Evrópusambandinu þetta til dæmis með að rafmagnsmarkaðurinn eigi að vera þú veist, að frjálsum markaði og svoleiðis það er pólitískt mál sem sumir eru sammála, aðrir eru ósammála skilur og það er eitthvað sem hægt að vera bara að breyta eftir einhverjum lýðræðislegum reglum en ég er að tala meira svona constitutional hugmyndir sko að renna saman í sko eitthvað svona sameiginlega einingu sem hefur sameiginlega stefnu og það er að leiða til sameiginlega rödd og vald gagnvart hinum pólunum og síðan getum við rifist pólitísk málefni hvort við viljum hafa græna orku eða svarta orku eða marga innflytjendur eða fáa innflytjendur eða þú veist vinstri sinnaða stefnu á meiri ríkisrekstur eða meiri engarekstur, það er bara einhver petti stjórnmál sem við getum svo rætt. Jú, en sér náttúrulega samt þannig að það er alveg rétt hjá þér auðvitað, þú veist að Þýskaland eitt og sér hefur svo sem ekkert að segja á alþjóðamarkaði eða spátni eða hvað það er, þannig að þú veist auðvitað að það væri samin að Evrópusamband þá er það náttúrulega kannski stærsta eða næst stærsta hagkerfi heims og getur haft auðvitað gífurlega pólitíska þyngd. Já, sem getur þá verið mögulega einhver póll en með eitthvað almennilegt hernaðar vald á bakvið sig en þetta er ólíklegt að það sé að fara að gerast það er svo mikið sundrung í Evrópu og Evrópa búið að hugsa bara eitthvað allt annað en jú, það kemur ljós, það verður spennandi að sjá hvernig þetta áttur að þróast en Evrópa bara stendur svo illa efnahagslega að sé það sem ég verið einna mestar áhyggjur af vegna þess að hernaðarvaldið náttúrulega kemur frá efnahagslega valdinu Jú. Fyrst og fremst. Hvað er rússar eða mörgum prósentum af þjóðframleiðslu í hernað núna? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað. Það er kannski frekar, hvað voru þeir að eða miklu fyrir 2022? Það er góð spurning, það var náhugavert. Því ég veit að þeir eru búin að trappa upp rosalega mikið upp núna. Það er búin að trappa upp rosalega. 7% 2020. Já. Og svo segir more recently as of 2025 defense and security spending accounted for approximately 40% of Russia's total government spending. Já, hugsa sér. Hvað rugl er það? Þetta er Gemini sem segir þetta hérna. Já, það er áhugavert. Þeir náttúrulega í stríði við NATO. Normenn eru búin að þjálfa hvað 10.000 hermenn í Úkraínu. Bara normenn. Þannig að þetta er náttúrulega Nei. En það er efni annað þátt. Það er efni annað þátt. Erum við þá að fara að vera góðir hér með Íslam, hinn ýmsu Íslum? Já. Smá yfirferð. Þú ert nú vel lesin í þessum fræðum, Ólafur minn? Þetta er eitt af þessum hugdettum mínum maður, ég lærði nú smá arabísku á sínu tíma, ég tók nú ekki prófið í sig en ég misti áhugan en ég ætlaði að vera að skrifa doktorsritgerð eitthvað Íslam og guðfræði og eitthvað svona, það var ein hugdettan síðan, Hvað hefur þú ekki ætlað að skrifa doktorsritgerð Það er góð spurning Þannig að ég fór eitthvað á stúfan að læra arabísku og var að tala með einhverja prófessora og leitaði efni og eitthvað svona, síðan sagði ég bara, veistu það, ég hef ekki nógu mikið áhuga á þessu, lagði það til hlýðar en það kemur góðum notum núna þá eins og það heyrir Það er nefnilega það Herðu, já, þetta var sem sagt hlaðvarpið söguskoðun, við snúum hér aftur í næsta þætti af hlaðvarpinu, við minnum hlustundur á Facebook síðu þáttarins og við minnum hlustundur ennfremur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com og netfang þáttarins söguskoðun@gmail.com endilega á sambandi við okkur með málefnin til að taka fyrir, þetta málefni var einmitt frá hlustanda, þannig að það er alltaf gaman að geta orðið við því og þá held ég að við snúum hér aftur í næsta þætti með eitthvað allt annað við reynum að halda í hefðina með að fara úr einu í annað förum frá jörundi yfir í Íslam og frá Íslam yfir í hver veit það kemur ljós, við erum ekki búin að ákvæða eins og ennþá Nei, ekki hugmyndið það Nei, það er ýmislegt á listanum Þá þökkum við fyrir okkur í dag og verið sæl